Kæru vinir, ég held þetta hljóta að verða gott málþing. Þetta svo yndislegu dagur. Ég gekk innan úr Hafnarstræti í morgun og ég hef aldrei séð Akureyri að fallega. Þannig við vonum að það sé svona ómenn það að þetta verði gott málþing. Ég heiti Sigrún Stefánsdóttir og forseti hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á Akureyri og ég býð ykkur hjartanlega velkomin á þetta málþing mörk tjáningarfrelsis í skólastarfi. Og þetta stór spurning á maður að maður má segja, það spurningin. Að mínu mati eru fá störf jafn mikilvæg kennarastarfi. Ég alin upp við að líta upp til þessa starfs af því að afi minn, Þórarinn Eldjárn, var kennari í Svarfaðardal í byrjun síðustu aldar. Forfeður hans í marga liði höfðu verið prestar og öllum fannst alveg eðlilegt að hann yrði prestur líka, en hann ákvað að fara í kennaranám í Reykjavík eða kennaranámskeið og kenndi í sinni sveit frá 1909 til 1955 og var mjög sáttur við sitt ævistarf. Góður kennari gulls í gildi og á hverju skólastigi hef ég verið alveg ofboðslega heppin. Ég hef alltaf verið með góðar kennara og ég verið bara klökk þegar ég hugsa það. Jennu í Hreiðarskóla, Valgarði barnaskólanum og frænda minn Gísla Jónsson í menntaskólanum og Dr. Brown í Bandaríkjunum. Þetta allt saman hetjur í mínum hug sem á skipt með ofboðslega miklu máli. Kennarastarfið sífellt að breytast og ég hugsa að afi minn hefði ekki verið sleipur á Moodle eða Skype eða Facebook. En ég hugsa líka að kennararnir sem útskrifast núna þeir hefði ekkert verið sleipir við aðstæðarnar sem hann bjó við með krítók, töflu og ímyndunarafli. Það voru vopnin sem hann hafði. En þegar vinnudeginu lauk hjá honum þá byggði hann spúverkin og hann hefur sjálfsagt eitthvað verið að hugsa krakkana meðan hann var að sinna þeim og kannski nefnt skólastarfi við ömmu Sigrúnu áður þau lögðu sig. En kennarinn í dag býr við allt aðrar aðstæður en afi og getur núna sest við tölvuna sína og tjáð sig allt milli himins og jarðar að degi loknum. Þegar ég var að hugsa þetta í morgun þá var eiginlega aukategn samt að afi hafði einn samfélagsmiðil heima og það var gamli sveitasýnin. Hann var nefnilega að opna línu þannig að maður gat í raun og nota hann til að segja hvað sem var. En ég held að enginn hafi gert það þá, þetta voru bara svona skilaboðasími því að það vissu allir að öll sveitin lá á línunni þannig að það var ekki sama hvað maður sagði þar. Afi minn var alveg sérstaklega barngóður og notaði átt málsháttinn aðgát skal höfð í nærveru sálar. Og mér sagt hann hafi lifað samkvæmt þessum orðum og ég hef lesið umsagnir nemendans sem báru greinilega ómælt traust til hans og virtu hans sem læriföður. Orð geta bæði sært og glatt. Orð geta byggt upp og rifið niður. Og þar erum við komin að kjarna málþingsins hér í dag. Það verða 3 framsöguerindi, 15 mínútur hvert og í kjölfari verður pallborðsumræða sem ég vona verði lífleg og að þið takið drjúgan þátt í og komið með spurningar þannig að þetta verði lifandi og áhugavert og þá minn ég á ykkur á símana hafið þá endilega hljóðlausa eða loka. Fyrstur í pontu Jóhann Björnsson heimspekingur og formaður siðmenntar. Hann kennari í heimspeki í Réttarholtsskóla í Reykjavík en heimspeki skyldifag í þeim skóla sem mér mjög áhugavert. Hann með BA og MA-próf í heimspeki frá HÍ og katólska háskólanum í Louvain í Belgíu og í doktorsnámi í sama fagi. Yfirskriftina hans erindi mjög áhugaverð þegar kennarinn kennir sjálfan sig, eru hommar, húmanistar og trúboðar í skólum landsins. Gjörðu svo vel, Jóhann. Komið sæl. Ég svo gamaldags í fyrirlestrarhaldi, ég bara með þetta svona talað orð og enga glærur, þannig að það reyna að koma að textanum mínum fyrir hérna í þessu tæknipúlti. Nú, rétt fyrir miðja síðustu öld starfaði kennarinn okkur við menntaskóla í Frakklandi. Kennari þessi hér Jean-Paul Sartre og eflaust mörgum ykkar kunnur. Hann var síðar þekktur sem heimspekingur, rithöfundur og aðgerðasinni í samfélagsmálum. Sartre þótti allsérstæður kennari samkvæmt því sem haft hefur verið eftir fyrrverandi nemendum hans. Hann var óformlegur í fasi og framkomu, ólíkt því sem tíðkaðist á þeim tíma. Hann reyndist vinalegur, satt oftast í stól við kennslu sína og ræddi við nemendur án fyrirlestrarblaða, rétt eins og jafningjar og félagar tala saman. Við höfum aldrei séð neitt í líkingu við þetta, haft eftir einum nemanda hans. Hann lagði ríka áherslu á að nemendur væri ábyrgir og gagnrýnir hugsun,
bæði gagnvart sjálfum sér og eigin skoðunum og hinum ytri veruleika. Hann þótti afskaplega afslappaður gagnvart reglum og hefðum skólans. Hann hélt ekki utan viðveru nemenda, beitti engum refsingum og hvatti þá ekkert sérstaklega til að taka niður glósur í kennslustundum. Né lagði hann áherslu á próf og einkunnir. Einnig fylgir þá sögunni að í kennslustofunum mátti reykja, en samt var þekktur á reykingum sínum. Síðan þegar tók að vora, urðu menn allfrjálslegir og fóru úr jökkum og losuðu bindi. Það hefur því ekki þótt undarlegt að Saft fékk stundum viðurnefnið anarkistinn, eða eins og einn nemandi hans komst orðið þegar rætt var hann. Þetta anarkistinn, hann í góðu lagi. En hann kenndi ekki bara fag, hann kenndi einnig sjálfan sig, enda sagði hann að líf sitt og heimspeki væri eitt og hið sama. En hvers vegna ég að rifja þetta upp með ykkur? Jú, vegna þess að það er rétt að líf kennarans og starf verður ekki alltaf svo auðveldlega aðskilið. Kennarar kenna ekki bara fög, þeir kenna líka sjálfa sig og það er oftar en ekki fas og framkoma kennara sem nemendur minnast þegar þeir líta tilbaka, heldur eins og fróðleikur sem þau komið til skila. En hvað merkir að kenna sjálfa sig? Einn hluti þess að kenna sjálfa sig er að hafa áhrif á nemendur með fasi og framkomu. Með samskipti við kennara sinn uppgöta nemendur eitthvað, þeir öðlast reynslu af einhverju, þeir kynnast einhverju eða læra eitthvað sem þeir geta tileinkað sér eða ákveða að tileinkað sér ekki, allt eftir því hvað aldur þeirra á þroski segir til Að kennari kenni sjálfan sig vekur upp nokkra spurningar sem hverjum kennara, nemanda, foreldri, skólayfirvöldum er hollt að ígrunda. Er hægt að komast hjá því að kenna sjálfan sig? Eru til þeir kennara sem kenna ekki sjálfan sig? Er rangt af kennara að kenna sjálfan sig? Og ef maður kennir sjálfan sig, hvernig gerir maður það vel og hvernig gerir maður það illa? Hvar kennir kennari sjálfan sig? Er svo kennsla eingöngu bundin kennslustofunni eða fylgir kennarastarfið kennaranum hvert sem hann fer? Ættu kennarar að reyna að kenna ekki sjálfa sig? Þessar spurningar eru meðal þeirra sem kvikna þegar rætt að kennarar kenni sjálfa sig. En eins og við öll vitum þá eru allir kennarar manneskjur. Við getum gengið út frá því sem vísu. Manneskjur eiga sér líf, hvort sem það er innan kennslustofu eða utan hennar. Kennarar hafa skoðanir, taka þátt í félagsstarfi og opinberri umræðu og breyta á einn eða annan hátt í lífi sínu. Kennarar eru hommar og húmanistar og trúboðar og svo margt annað, svo ég vísi nú í undirtitil erindis míns. Kennarar geta ekki frekar en aðrir komist undan því að nemendur þeirra verði vitni að lífi þeirra, hvað þeir segja, hvað þeir gera og hverja skoðanir þeirra eru. Möguleika fólks, hvort sem það eru nemendur eða aðrir á að komast að skoðunum annarra hafa aukist með tilkomu samfélagsmiðla. Ég get komið skoðunum mínum á framfæri opinberlega samstundis í stað þess að þurfa óska eftir birtingu í dagblöðum og þurfa jafnvel að bíða svo dögum og vikum skipti eftir birtingu eins og áður var. Annað dæmi að kennari blokkar samkynhneigða og telur lífstíl þeirra rangan. Þriðja dæmi að kennari sem einnig forstöðumaður lífsskoðunarfélags kenni við grunnskóla og talið reka áróðu með viðveru sinni í skólanum. Fjórða erlent dæmi að þá var hollenskur kennari sem satt fáklæddur fyrir í klámblaði. Fimmta dæmi kennari sem jafnframt trúboði sem telur að hefja beri skóladaginn og bænastund með nemendur sínum og þar sem enginn beri skaða af þá sé það sjálfsagt og eðlilegt. Ég hef ekki tíma til þess að greina ítarlega öll þessi mál í þessu erindi, en við getum mögulega rætt einhver þeirra þá hér á eftir. En við skulum byrja á að skoða blogg kennarans pólska innflytjendur. Í þeirri færslu kemur fram svo skoðun kennarans að of margir Pólverjar sem búsettir eru hér á landi brjóti af sér, svindli á velferðarkerfinu með því að þiggja bætur en vera samt í vinnu, skráu sig ekki í sambúð en eru samt í sambúð, þar fyrir utan læri þeir ekki íslensku og aðlagist illa íslensku samfélagi og það er ástæða mati kennarans að vísa mörgum þeirra úr landi. Kennarinn ræddi þetta ekki í skólanum mér vitalega, heldur aðeins í bloggfærslu sem var opin hverjum sem sjá vildi.
Skólastjórnendur töldu þessa bloggfærslu óheppilega eins og það var orðað og vakin var athygli á því að í skólanum stunduðu nám pólsk börn. Kennari tók það fram að hann skráði sig ekki sem kennara við umrædda bloggfærslu og að utan skólans megi hann hafa skoðun á mönnum og málefnum og því hverjir búa í landinu. Í framhaldi af þessu var spurt á samfélagsmiðlunum hvort kennurum sé bannað að hafa málfrelsi og skoðanafrelsi og það líklega stóra spurningi hér í dag. Annað dæmi sem ekki ólíkt bloggfærsla annars grunnskólakennara samkynhneigð. Í þeirri færslu segir svo, tilvitnun hefst. Kjarninn í sjónarmiði evangelískra sá að samkynhneigðin telst vera synd. Syndin erfir ekki Guðs ríki og því óæskileg. Laun syndarinnar dauði og því grafalvarleg. Sennilega verður ekki hægt að finna einhverja sáttaleið í þessu máli, tilvitnun lýkur. Hér að mörgu leyti sambærilegt mál að ræða, þar að segja forminu til. Kennarinn lætur skoðanir sínar ákveðin hóp fólks í ljós í bloggfærslu en ræðir þær ekki í áheyrn nemenda sinna eftir því sem ég veit best. Viðbrögðin við þessum málum og við þessu máli létu ekki á sig standa og voru skoðanir skiptar. Annars vegar var talað að hér væri komið fram með fordómafullum og meiðandi hætti gagnvart hópi fólks, en hins vegar var talað rétt kennara til þess að hafa skoðanir og til þess að tjá þær opinberlega. Var tekið fram að ekki væri ástæða til þess að setja hömlur á tjáningarfrelsi kennara nema ef kennarinn vísað á bug sönnunum staðreyndum eða ef kennarinn hvetti til ofbeldis og illvirkja. En við skulum skoða þessi tvö mál aðeins betur. Það vissulega satt og rétt að allar manneskjur hafa tjáningarfrelsi. Í 10. grein Mannréttindasáttmála Evrópu segir svo, tilvitnun hefst. Hver maður á rétt til tjáningarfrelsis, sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til að hafa skoðanir, tilvitnun lýkur. Þessum málum hefur oftan ekki verið stillt upp þannig að annarkvort erum við með eða á móti skoðana og tjáningarfrelsi. Og þess má geta að í orðræðinu þessi mál þegar maður fyrir að skoða greinar og skrifa þetta, að þá koma bæði hugtökin skoðanafrelsi og tjáningarfrelsi við sögu og ég geng út frá því að skoðanafrelsi feli sér rétt til að hafa skoðanir án þess að það sé endilega tjáðar, en tjáningarfrelsi sem sagt réttum til þess að tjá skoðanir. Þetta var svona neðanmálskrif. Nú, í mínum huga ekki aðalmálið hér skoðanafrelsi eða tjáningarfrelsi. Kennarar hafa bæði skoðanafrelsi og tjáningarfrelsi. Það verður ekki deilt eins og framkemur í Mannréttindasáttmála Evrópu. Aðalmáli hér, þegar við fjöllum tjáningarfrelsi kennara, felst í hugtökunum traust, virðing og umhyggja. Ég sem kennari get haft alls konar skoðanir. Ég get haft skoðanir á stjórnmálamönnum, skoðunum og gjörðum þeirra, útrásarvíkingum og gjörðum þeirra, fólki af ýmsum uppruna, trú þeirra, menningu og siðum. Ég get haft skoðanir á glæpamönnum, hvort sem þeirra hafa fengið dóma eða ekki. Ég get haft skoðanir á hinsegin fólki og ég get haft skoðanir á trúarleiðtogum, trú þeirra og skoðunum og svo fjölmörgum öðrum. En svona mætti áfram lengi telja og það eitt að hafa skoðanir og annað að láta þær í ljós á opinberum vettvangi. Ég sem kennari verða að gera mig grein fyrir því að í hópi nemenda minna kunna að vera börn mistækra stjórnmálamanna, spilltra útrásarvíkinga, fólks af erlendum uppruna, dæmdra glæpamanna, hinsegin fólks og trúarleiðtoga, svo einhver dæmi séu nefnd. Sem kennari barna sem ekki hafa valið sér foreldra frekar en okkur annar, þá ber mér að gæta þess að byggja upp traust þeirra, sýna þeim virðingu og umhyggju, særa ekki tilfinningar þeirra né meiða. Til þess að uppfylla þetta gæti ég þurft að hafa hemil á tjáningarfrelsi mínu. Ég þarf að meta hvort vegi þyngra, virðing mín, traust og umhyggja gagnvart nemendum mínum eða réttur minn til þess að tjá mig opinberlega hvað eina sem mér dettur í hug. Hér mætti spyrja, hvers vegna má ég ekki særa tilfinningar nemenda minna? Rýra traust þeirra á mér en mér liggur svo mikið á hjarta ég telji mig verða að segja skoðanir mínar opinberlega. Svarið við þessu að mínum mati einfalt. Fyrir utan það að sjálfur hefði ég ekki viljað að vera særður af kennurum mínum vegna gjörða foreldra minna, þjóðernis þeirra eða kynhneigðar, þá má ætla að árangur minn verði rýrari með nemanda sem treysti mér ekki vegna skoðana minna. Þetta krefst þess að ég spyrji sjálfa mig eftirfarandi spurningar. Þarf ég alltaf að tjá skoðanir mínar opinberlega?
leggur skoðanafrelsi þær kvaðir á herðar mínar að ef ég hef skoðanir þá verði ég að tjá þær opinberlega. Hver er tilgangur með því að tjá skoðanir opinberlega? Hverjar eru afleiðingar þess að tjá skoðanir opinberlega? Og þessum spurningum á varpa ég fram til þess að við getum þá hugsanlega rætt hérna á eftir, því að það gefst ekki tóm til að svara þeim öllum í svona stuttu erindi. Nú, ef við skoðum annað dæmi, þá er það alveg á hreinu að alls konar fólk starfar í skólum og það er ekki alltaf allir alveg sáttir. Fyrir 2 árum síðan er því haldið fram að kennsla þess sem að hér stendur sé vafasöm á þeirri ástæðu að vera stjórnarmaður í siðmennt. Er ekki bent á nein einstök tilvik þar sem áróður að hafa farið fram, heldur vakin athygli á því að bara með því að vera í skólanum og vera á sama tíma stjórnarmaður í siðmennt og jafnframt kennari í fermingafræðslu borgaralegra fermingar sé kennarinn áróðurinn holdi klæddur með nærveru sinni. Og þá má spyrja, er það svo? Nú þekkist það að prestar og stjórnmálamenn starfi einnig við kennslu. Þeir kenna hinar ýmsu greinar, kenna líka sjálfa sig með fasi sín og framkomu, en eru þeir að gera eitthvað rangt? Mitt svar er nei, ekki endilega. En hvað mega þeir gera í sínum frítíma og á sínum vefsíðum? Þar gætu þeir þurft að vanda sig, beita dómgreind sinni, kannski segja hlutina á annan hátt vegna þess að hugtökin traust, virðing og umhyggja gagnvart nemendum sínum gerir kröfu það. Nú, í þessu stutta innleggi mínu gafst ekki tóm til þess að skoða málin ítarlega og því síður öll dæmi sem ég tiltök hérna framan og til þess höfum við umræður hér á eftir til þess að skoða þá mögulega áhuga fyrir hendi. Ég ræddi ekki tjáningafrelsi fáklædda kennarans í Hollandi sem satt fyrir í klámblaði og ekki tjáningu trúboðan sem við ætla helst að börnum taki þá trú sem hann boðar, en við getum eins og ég sagði áðan og eflaust komið inn á þessi mál í umræðunum hér á eftir. En það sem er mikilvægt að hafa í huga er að kennarar eru fyrirmyndir og ég hóf mál mitt með að lýsa franska heimspekingnum, rithöfundum og kennarunum Jean-Paul Sartre sem manni sem kendi ekki bara fag, heldur kendi sjálfan sig. Hann hvatti nemendur sína til þess að vera ábyrga og gagnrýna í hugsun og hvað þýðir það að hvetja nemendur til þess að vera ábyrga og gagnrýna í hugsun? Það þýðir meðal annars það að þeir gleypi ekki allt sem kennarinn segir umhugsunarlaust, að þeir leyfi sér að undrast og spyrja út í það sem þeir sjá, heyra og upplifa og ætla má nemendur sem fengi það að þjálfun í gagnrýni hugsun sé betur í stakk búnir til þess að greina hvenar kennarinn sem kennir sjálfan sig kennir vel og hvenar illa. En allt er þetta þó háð aldri og þroska barnanna. Og á einum stað í heimspeki Sartre segir hann að hvað eina sem maður gerir er maður öðrum fyrirmynd og það er öllum ekki síst kennurum hollt að hafa orð hans í huga þar sem hann segir, tilvitnun hefst, og hverjum manni ber að spyrja sjálfa sig, er ég áreiðanlega þess umkominn að haga mér á þann hátt, á þann veg að mannkyni taki sér athafnir mínar til fyrirmyndar. Takk fyrir. Við þurfum að fá líka hinn á eftir. Ég ætla að setja bakterið. Já, takk. Þetta er aðeins prófað svo ég geti lært. Halló. Já, Virkar. Kæra þakka Jóhann. Þetta var mjög áhugavert. Sartre notaði reykti í tímum, afi notaði skró í tímum. Þannig að það hefur sennilega ekki verið góð fyrir mér þar. En þá kom henni nafni minni, Sigrúnu Sveinbjörnsdóttur, prófessor í sálfræði við Háskólann á Akureyri, en rannsóknir hennar hafa snúið að málefnum unglinga og hvernig þeir spjara sig. Hún hefur verið í alþjóðlegu rannsóknarteymi á vegum HÚ en rannsóknin heitir Heilsa og lífskjör skólabarna. Verkefni Sigrúnar hefur verið að skoða líðan, viðhorf og aðstæður hinsegin unglinga og hún er með upplýsingar frá árunum 2006, 2010 og 2014 og Sigrún byggir erindið á þessu verkefni. Gjörðu svo vel. Örvarnar, já, en er ég hérinn hvað ég vil nota hérna... Örina. Örina, já ég ger það. Já, en hún kemur ekki fram. Nei, af því að við erum á þessu hérna slæðumáli. Allt í lagi, þú ert með einhver bendil, Já. en ég er nú ekki vön að nota svona bendil, sko.
sjá svona, það hérna rauði takkinn. Nú verður að segja þú sést ekki upp fyrir Við hugsuðum ekki til Ég þyrfti að hafa hérna skemil til þess að standa á. Já, góðan daginn og komið blessuð og sæl og gleðið mér að sjá ykkur hérna. Allt í lagi? Heyrið í mér? Já. Okay. Fínt. Já, og bara takk fyrir skemmtilegt, fróðlegt og vel uppbyggt erindi áðan. Ég hef oft sagt að ég haldi að ég vilji frekar vera heimspekingur heldur en sálfræðingur, en einhvern veginn var það þannig að ég varð sálfræðingur og stundum að reyna að vera einhvers konar heimspekilegu sálfræðingur held ég, með misjöfnum árangri. En hvað það? Sjálfsmynd barna og unglinga í mótun, orð og ábyrgð kennara, nefndi ég það sem ég ætla að spjalla við ykkur hér í dag. Og nú ætla ég að sjá hvort að ég ræði þetta hérna. Já, komið. Fór ég aðeins og langt? Já. En það hreyfist ekki hér á skjánum hjá mér, er það eitthvað? Óskemmtilegt. Það er, sko, það hreyfist þarna greinilega, en gerist ekki hér. Er það eitthvað sem að já, ég þarf kannski að fara í þetta hér, eða hvað? Já, þú ert í þeim. Ég í því, já. Sjá hvort við getum gert hérna eitthvað, bara að bóta þessu hérna. Eitthvað triks? Triks. Hvað gerst nú? Þá fáum við upp. Eitthvað allt annað. Eitthvað allt annað sem við ætlum að fá. Nei. Díana færust þessu. Hún tölvunördur á háskólanum, Díana. Veistu hvernig við erum að gera til þess að fá hérna renslið? Nei, veistu það, Það tvær sko sem í sálfræði. Sko Kristín Guðmunds og Díana, það alltaf hægt að spyrja það sko, bara hvernig hann gagnasmiðju nörd. Já, svo gerum við bara svona. Og þá heldur þau, já, sko, þá ég komin, þá þarf ég gleraugun sko. Þetta fínt sko. Já, uppvaxtarárin, þau frá, eins og þau teljast samkvæmt íslenskum lögum, frá 0 til 18 ára og raunar meðgangan líka. Uppvaxtarárin eru auðvitað á frumábyrgð foreldra, en kennarar koma þar fast á hæla. Kennarar hafa næstmest að segja það umhverfi sem börn alast upp í og hefur mótandi áhrif á hvernig þeim tekst að nýta það sem náttúran annars gaf þeim í vöggugjöf. Þetta mjög áhugavert æviskeið og viðkvæmt vegna þess að á þessu tímabili þá eru þau að hafa hamskipti. Þau eru að fara úr því að vera börn sem þau kunna afskaplega vel og hafa gert í langan tíma og eru nokkuð þjár í orðin, þæg og góð og svona stillt og prúð og ljúf, yfir í það að verða fullorðin, það að segja að líkaminn taki á sig fullorðinsmynd, þessa æxlunarmynd, að sjá allt í afstæðu ljósi. Þetta gerist á nokkrum árum og hefur stundum verið talað að sé sem sagt unglingsárin séu brú á milli barnæskunnar og fullorðinsárana. Þau hafa enga reynslu af því að vera fullorðin. Þau hafa bara reynslu af því að vera börn, bara góða reynslu af því að vera börn, merkver. Þau hafa enga reynslu af því að vera fullorðin, en einhvern veginn gerir náttúran það að hún lætur þau fá þetta tæki, höfuðið, til hugsunar og líkamann til æxlunar, bara rétt sér svona, alltaf því bara næstum því allt í einu. Og hvernig bregðastu við þessu öllu saman? Þau leita kannski ekkert endilega til foreldrana vegna þess að foreldrarnir, þau eru bara það eins og þau hafa alltaf verið fullorðin í huga barnsins. Þau bara eru fullorðin og hafa bara alltaf verið svoleiðis. Þau vita ekkert hvað ég er að ganga í gegnum. Og krakkarnir yngri systkini mín, hvað vita þau svo vitlaus þau eru? En vinir mínir, þeir vita það. Þeir eru að ganga í gegnum það sama. Þeir vita hvað er að gerast. Þannig að á akkurat þessum tímapunkti þá skiptir vinátta vinanna svona gríðarlega miklu máli.
Við erum saman í tíma og ótíma, svo sem ekkert endilega að gera neitt sérstakt, en við tölum svo sem það sem er mikilvægt á þessum tíma. Jú, það gerum við. Við höfum rannsakað unglinginn í þaula, getum við sagt. Við höfum verið minnst í 100 ára innan sálfræðinnar með þetta skeið sérstaklega til skoðunar. En hinsegin unglinga höfum við bara verið með skoðunar í brot af þessum tíma, 40 ár eða svo, eða frá þeim tíma að menn áttuðu sig á því að við erum alls konar. Og það er náttúran sem gerir okkur alls konar og við eigum að vera alls konar. Og að ef við fellum fyrir utan það að vera það sem megin þorri fólks hefur flokkað sig undir, þar að segja gagnkynhneigðina, þá áttuðu menn sig sem sagt á því tiltölulega snemma þegar að menn bara opnuðu augun fyrir því að við erum alls konar og megum vera það, að það gekk á rétt, að umhverfið hafði gengið á rétt þeirra sem ekki voru í hinum stóra meirihluta. Hafði sem sagt gengið á rétt þeirra og meitt þau, skemmt þau sum svo margfaldlega og á margvíslegan máta að þau vildi ekki lifa lengur jafnvel. Í upphafi þá fóru menn svona, þegar menn fóru að skoða málefni hinsegin unglinga, þá fóru menn svona að velta vöngum yfir því að það mætti kannski líka þessu við rasisma, og ég ætla ekkert að fara út í það hér, eða kvenfyrirlitningu, ég ætla heldur ekkert að fara út í það hér. En í raun og veru er þetta eitthvað sem er miklu meira og miklu alvarlegra og miklu verra. Og það hefur núna á allra síðustu árum verið rætt undir merkjum þess sem nefnt hefur verið streita minnihlutans. Það er að segja að vera í minnihluta án þess að aðrir sem er í kring átti sig á því að maður er í minnihluta. Ef ég er stelpa, þá er ég bara helmingurinn af mannkyninu, sko, það er þannig. Ef ég er ættleidd til Íslands frá Kína, þá sést að ég er af öðrum uppruna og foreldrar mínir væntanlega ræða það og við ræðum það. Ef ég er flutt frá öðru landi, ég er flutt frá kannski Pólandi, af því að það var nú nefnt hérna í morgun, kannski Pólandi, þá sést það ekkert utan á mér endilega að ég sé frá Pólandi og mjög trúlega ekki. En það vita samt allir að ég er frá Pólandi ef ég er ekki alveg komið með málið, og mamma veit að ég er frá Pólandi og pólska samfélagi veit að ég er frá Pólandi. En ef ég er hinsegin og vinir mínir er ekki hinsegin og pappa og mamma er ekki hinsegin og ég er búin að kasta barnshamnum og er að taka á mig fullorðinn samin, hvert leita ég það? Hvað gerir ég þá? Þetta er viðbótarstreita sem hinn stóri meirihluti hefur ekki hugmynd um, en veldur því að tilveruréttur minn, ég sjálf dreg hann í efa. Ef ég hef ekki tilverurétt, hvað þá? Ég þarf að vita að ég má vera til þess að vita að allt í lagi, ég er með vini mína, ég er hér eflist smám saman og kemst til manns. Hérna, byrjum við, nú ætlum ég að fara. Er þetta rétt? Þetta er næsta klara, já. Eins og Sigrún nefndi, Háskólinn á Akureyri er þátttakandi í alþjóðlegu rannsóknarsamstarfi sem Sameinuðu þjóðirnar halda utanum, og þið getið fundið þetta inn á netinu. Ég gaf ykkur þarna upp slóð til þess að sjá skýrsluna sem kom út á 4 ára fresti, og það er þannig að ég byrjaði sjálf við háskólann 2001 og 2005 hoppaði inn í þetta rannsóknarsamstarf. Það er semst á 4 ára fresti sem heilmikill dóðurrant, stór spurningalisti er sendur út til allra 7. bekkinga, 8. bekkinga og 10. bekkinga, allt í kringum landið, og það bil 90%, rétt tæplega, af öllum nemendum í þessum aldurshópum svara þessum spurningalistum. Við erum búin að safna alveg gríðarlegum gögnum. Þegar ég kom inn í þetta 2005,
þá velti ég því fyrir mér hvort að hvernig spurningalistin var uppbyggður og hvort við hefðum upplýsingar hinsegin krakkana. Og það þetta kom í ljós að þessi spurningalisti var miðaður við gagnkynhneigð eingöngu, hann var sem sagt eins og við segjum heterosexískur alveg fram í fingurgóma og ég fékk þá til liðs við mig mjög góðar vinkonur mínar úr hinsegin samfélaginu til þess að fara yfir spurningalistan og hinsegin væðan. Það er að segja, gera spurningarnar þannig úr garði að það skipti ekki máli hvort foreldri manns var hinsegin eða svona eða hinsegin, að nemendur fyndu sig í að svara. Þetta var líka verið að spyrja þau. Og þá hugsaði ég sem sagt börn hinsegin foreldra. Og auðvitað líka hinsegin nemendur að þeir segja að það væri gert ráð fyrir breytileika. Og þetta sem sagt gert 2006 í fyrsta sinn, þannig að þá var ákveðið að gera það bara þannig að helmingur þeirra sem svöruðu fengju þannig spurningar sem spurðu sem sagt kynhneigð, eða ekki kynhneigð heldur rómantískar tilfinningar og kynhegðun á ég kannski frekar að segja. Við spyrjum ekkert kynhneigð, krakka sem í 10. bekk, við spyrjum rómantískar tilfinningar. Og það var lagt sem sagt þessar spurningar sem gerða verkum að við gátum sem sagt dregið út hóp sem hugsanlega var tvíkynhneigður, hugsanlega var samkynhneigður, var bara lagður fyrir helminginn af hópnum, sem sagt tæplega 2000 nemendur eða 1700 nemendur kannski 2006, en það auðvitað niðurstaðan var svo að það hafði enga, það voru ekkert öðruvísi svör frá þessum hópi heldur en hinum helmingnum, þannig að 2010 og 2014 fengum við heila árganga sem svöruðu með kynhneigðarbreyturnar inni. Og við gerðum mjög litla breytingar. Spurningalistin fyrir alla, allstaðar í veröldinni, þetta er yfir 40 lönd sem taka þátt í þessu. Spurningarnar höfðu verið þannig, hefur þú einhvern tímann orðið skotin í einhverjum og svörin voru já eða nei. Við bættum við já í strák, já í stelpu og þau máttu svara bara eins og þau vildu. Og svo var sem sagt kynhegðunin, hefur þú einhvern tímann haft samfarir og svörin höfðu verið já eða nei, en við bættum við já með strák, já með stelpu. Og síðan tókum við saman þarna já með strák, já með stelpu, tókum við saman sem sagt út frá kyni sem spurt fremst í spurningalistanum, við tengjum það ekki þessu, þetta spurt það fremst í spurningalistanum og náum út þá einhverjum hóp sem svarar að viðkomandi hafa orðið skotin í einhverjum af sama kyni og eða sofi hjá. Og þetta er bara 10. bekkur, þetta er ekki 7. og 8. sem fær þessar spurningar. Þetta eru tölurnar. 2006 4% stráka, 2010 sama, 2014 sama. Það byrja 4% af hópnum. Stelpur 2%, 2006, tæplega 3% 2010 og rúmlega 6% 2014. Stökk. 2014 voru 108 stelpur í árgangnum í landinu öllu í þessum hópi og 69 strákar. Þetta er sem sagt hátt í 200 krakkar sem í 10. bekk sem beinlínis á þeim tíma telja sig inn í þennan hóp. Auðvitað er mjög trúlegt að því að allt er þetta fljótandi og við vitum miklu meira núna heldur en árið 2000 eða 2005 þegar ég kom inn í þetta fyrst hvernig allt þetta er fljótandi. Þannig að margir hugsanlega úr gagnkynhneigða hópnum eiga eftir að fara yfir í þennan hóp og hugsanlega öfugt. En við fengum 3. hóp. Við fengum sem sagt hinsegin hóp, gagnkynhneigðan hóp sem er stærsti hópurinn, rétt 90% allra. Og svo fengum við hóp sem allavega ég hafði ekki gert ráð fyrir að við myndum fá. Og ég var mjög hissa, en við fáum alltaf þennan hóp upp aftur og aftur og aftur og alltaf svipað stóran. Það eru krakkar sem aldrei segjast hafa orðið skotin. Hvað þá sofi hjá? Þeir eru í 10. bekk og ég hugsa, 15-16 ára, er það mögulegt? Þetta er eitthvað skekkja, hugsaði í fyrsta sinn þegar við lögðum fyrir. Svo fæ ég bara sömu tölu út, næst, svo fæ ég bara sömu tölu út, næst, 3 svar er ég búin að fá sömu tölu og af því að þetta sé endurtekið þá það hlýtur að vera eitthvað á bak við þetta. Þetta eru krakkar
sem eru bara krakkar og þau bara leika sér eins og krakkar og hvað er þið? Þau koma aldeilis hreint prýðilega út. Þeim líður aldeilis hreint, aldeilis ágætlega. Þau eru ekkert að flýta sér inn í fullorðinsheiminn, þau eru bara börn. Og kannski er það því þau eru líkamlega sendróska, ég veit ekki, ég hef ekki skoðað það eða farið nánar ofan í það, en þeim líður allavega alveg prýðilega vel. Enda vitum við að því fyrr sem börnin, unglingarnir, hvað ég var að kalla það, millibili brúin, því fyrr sem þau hefja líkamlega fullorðinsleiki, þar að segja hefja kynlíf, að því stærri verður glíman við lífið. Þannig að með hverju mánuðinum, hverju vikunni, hverju mánuðinum, hverju árinu sem þú dregur það að stunda kynlíf fram að 20, segi ég og þau hlæja nú að mér sko, en ég segi það samt, fram að 20 bara. Því lengur sem þú dregur það, þeim betur þekkir þið sjálf eða sjálfur og þeim minni líkur eru á ofbeldi í tveggjamanna-sambandi. Dreifingin á þessum tæplega 200 krökkum nokkuð jöfn eftir landshlutum eins og þið sjáu hér á þessari glæru, ég ætla ekki að stoppa neitt lengi við hana. Þið sjáu kannski að hjá okkur hérna á Norðurlandi, rauði hópurinn, það eru hinsegin krakkarnir, blái hópurinn, það eru hérna þau sem bara hafa aldrei orðið skoti. Og þið sjáu að þau eru dálítið mörg á Austurlandi sem í þeim hópi og fæst á Norðurlandi sem í hinsegin hópnum, annars þetta nokkuð jöfn dreifing þvert yfir landið, breytir ekki nokkru hvar þú átt heima. Hvort þú ert í sveit eða enda það þannig. Við erum eins og við erum, hvar sem við fæðumst. Við bara erum við. Og þannig á það að vera þetta. Jæja, tvennt sem ég ætla að koma inn á. Við erum búin að skoða alveg gríðarlega margar breytur. Bara alveg ótrúlega margar, en ég ætla bara að koma inn á tvennt sem varðar þeirra líðan og heilsu áður en kemur í skólan og kenna hana. Sko, lífsánægjan sem við höfum mælt og allar þessar þjóðir heims mæla hjá sínum krökkum út frá þessum einfalda stiga. Hvað myndir þú segja, hvernig líður þér ef þú lítur á þennan stiga? 0 þýðir að það er bara skítt, lífið er bara skítt. Og 10 að bara lífið gæti ekki verið dásamlegra. Og einhvers staðar þú á þessum skala. Og það sem við gerðum náttúrulega var að skoða hvernig koma krakkarnir okkar út og í öllum skýrslum sem þið sjáuð hjá HÚ, þá sjáuð þið hvað þau segja, þá sjáuð þið bara stóra hópinn hjá okkur, ekki sundurgrein eins og ég sundurgreini hérna í þessa 3 hópa. Og hvað kemur út hjá okkur? Jú, það kemur út að gagnkynhneigðu krakkarnir, þau standa sig þannig að þau eru í tæplega, þau eru í svona 7,5, kannski rúmlega 7,5 og þau standa sig ágætlega á heimsmælikvarða í því. Þau eru bara á góðum stað. Krakkarnir sem eru bara krakkar, grislingarnir, kalla á grislingarna stundum, þau eru svona ívið herri en samt átti svipuð þessum gagnkynhneigðu, ívið herri þó ef eitthvað er. En hinsegin krakkarnir eru marktækt neðar. Í 10. bekk þá líður þessum hóp, hinsegin hóp, með sig ekki nógu vel. Ég er ekki hérna með, ég kem með það á næstu glæru, ég ætla að taka hérna næstu glæru. 2006, 2010 og 2014. Hinsegin stelpurnar, því ég athugaði, eins með stelpur og stráka. Hinsegin stelpurnar 2006, 4,9. Við erum mjög undrandi. Við héldum að stelpum liði betur. Síðan erum við búin að skoða með kynjavinkilinn á, út frá kynjafræðunum almennt, stelpur og stráka, gagnkynhneigða stelpur og stráka, stelpur og stráka sem í óljósahópnum, hinsegin stelpur og stráka. Og hvað kemur í ljós? Strákarnir alltaf tróna alltaf uppi, svo koma gagnkynhneigðu strákarnir alltaf efst, gagnkynhneigðu stelpurnar næst, hinsegin strákarnir svo, hinsegin stelpurnar næst. Þetta munstur kemur fram 2006, 2010, 2014. Stelpur sem kyn, sem sagt sú breyta, hún breytist ekkert með kynhneigð. Hún heldur áfram að vera afl inni í öllum samanburði. Og ef við skoðum hérna
Hvað gerist milli ára, þá sjáum við, eða milli fyrirlagna, tökum eftir því að þetta ekki sami hópur, þetta ekki langtímarannsókn, þannig ég sé að spurja sama hópin aftur og aftur. Þetta alltaf nýr tíundibekkur, þversniðsrannsókn sem hefur vissa veikleika því að þetta bara nýr hópur. En sama við erum með þýðir, við erum með allan hópin, við erum með 90% af þeim sem eru í þessum árgangi á landinu. Og stelpurnar sem sagt 4,9 2006, 5,4 2010, 5,1 2014. Þetta ekki nógu gott. Þær haldast þarna. Eitthvað þurfum við að gera. Þessi síendurtekningamæling sem sýnir okkur, síendurtekið það sama, bendir til að við höfum ekki, það eitthvað sem við erum að missa, það eitthvað sem við sjáum ekki, það eitthvað sem við vitum ekki, það eitthvað sem við gerum ekki rétt. Strákarnir 5,5 2006, 5,9 2010, 6,7 2014 og þá hugsa ég, eitthvað að gerast? Hefur sú umhverfisbreyting, lagabreiting, vitundarvakning, hvað eigum að segja, hefur hún á einhvern nátt síast inn? Ég óbyggilega búið með tímann, það ekki? Já, bara hoppa yfir, ég bara hoppa mjög hratt. Sko, heilsan mjög hratt. Almenn heilsa samanstendur af 8 atriðum og hér sjáu þið, nú ætla ég að fara hér og hérna, bláa línan. Bláa línan, það sem sagt, það eru krakkarnir sem eru óvissir, rauða súlan, ekki línan, súlan, það eru hinsegin krakkarnir og svo græna það eru gagnkynhneigðu. Og þið sjáið hér að hér eitthvað á ferðinni, auðvitað hinsegin krakkarnir upplifa mun lakari almennt sem hópur mun lakari heilsu. Þau gera það, en ég ætla aðeins að sýna ykkur næstu glæru vegna þess að þar kemur kynjavinkillinn sem okkur fannst ákaflega forvitnilegt að skoða. Sjáu þið hvað gerist, strákarnir eru allstaðar á uppleið. Þetta hérna megin, við ykkur vinstra megin 2010, hægra megin 2014. Bláa línan eru strákar og rauða stelpur. Og þið sjáið hvernig heilsa eins og það upplifaða stelpurnar í 10. bekk, hinsegin stelpurnar í 10. bekk, örlítið lakari 2014 heldur en 2010. Hún hefur sem sagt ekki batnað, komið aftur að þessu. Meðan strákarnir, sjáu hvað að gerast? Strákarnir, hinsegin strákarnir, þeir eru að slaga upp í gagnkynhneigðar stelpur. Þannig ef við sjáum sko, það eru gagnkynhneigðir strákar, gagnkynhneigðar stelpur, samkynhneigðir strákar, samkynhneigðar stelpur og svo það sem kannski hefur verið að gerast, auðvitað þarf að fara nánar ofan í þetta og skoða þetta og allar mögulega máta, að umræða, vitundarvakning, stuðningur hefur haft einhver áhrif þannig að strákarnir hinsegin eru að nálgast gagnkynhneigðu stelpurnar meðan stelpurnar í jaðarhópnum eru það ekki í 10. bekk. Auðvitað þýðir þetta ekki það að allar stelpur í þessum hópi hafi það skýrt, að sjálfsögðu ekki, en meðaltalið segir okkur þetta. Ekki meira um það og þá ætla ég aðeins að hérna fer ekki ofan í þetta þó að það væri forvitnilegt en rauða línan eru sem sagt hinsegin krakkarnir 2010 í vinstra megin 2014 hægra megin 40% hinsegin krakka þetta er 2010 hvort tvekja þetta eru stelpur og strákar það eru strákar vinstra megin og stelpur hægra megin 2010 40% hinsegin krakkar bara finnst skólinn skítt 40% tæplega 100 krakkar af þessum hópi finnst lífið skítt í skólanum 2010
Hvað segir við 2014? Það að skána. 25%. 25% bæði stelpna og stráka árið 2014 segja að skólinn sé ömurlegur. Það hefur sem sagt lækkað svo munar. Hugsa maður, já, kannski hefur umræðan skilað árangri. Er þetta ekki það? En hvað finnst kennaranum mig? Þetta síðasta klæran. Ég tók bara eina með trilljón upplýsingar aðrar úr skólanum, en ég tók bara þess einu. Hvernig viðurkennir kennarinn mig eins og ég er? Við vorum bara með þessar viðbótarspurningar árið 2014 því við vildum vita hvað það sem krakkarnir sjá. Við bættum við sem sagt spurningum frá 2010 yfir í 2014 til að sundurgreina hvað það í skólanum, hvernig líður þeim í frímínútum og svo framvegis og svo framvegis. Allstaðar líður hinsegin krökkunum vel. Tók bara þessa einu glæru, viðurkennir kennarinn mig eins og ég er. Það eru 13% krakka í hinsegin hópnum á meðan það eru 4% krakka í hinum hópnum sem telja að svo sé alls ekki. Þannig að enn virðist upplifun þeirra vera svo að það sé töluvert í land með það. En ég hef ekki samanburð milli fyrirlagna af því að þetta var bara, við spurðum bara 2014. En ég veit ekki, kannski 2018 þá fáum við þessa tölu sem þannig að við getum borið saman. Ekkert meir þetta, bara það að niðurstöður íslenskra rannsókna, það segja okkur það svart á hvítu að hinsegin unglingar séu í hættu, sjálfsmyndar vandi þeirra sem ég nefndi upphafi, þó við sjáum merkilega framför á flestum sviðum hjá strákum og við tölum stundum stofnanabundinn heterosexisma, eitthvað sem við tökum ekki eftir af því við segja, þá er ég að tala samfélagi að sem samfélagi tekur ekki eftir, stofnanir samfélagsins tekur ekki eftir vegna það hefur alltaf verið þannig en sem hinsegin krakkinn rekst á. Þannig að auðvitað frekar en rannsóknir nauðsynlegar og það sem ég enda á er auðvitað það að kennari eins og ég sagði upphafi bara og í titlinum næstum því að kennari næst á eftir foreldrunum er lykilpersóna í lífi barnsins og að sjálfsögðu þarf kennarinn að láta barnið bæði sjá, finna og heyra að það eigi ekki bara tilverurétt heldur sé ofboðslega velkomið í heiminn og ber að viðurkenna hvern nemanda eins og hann er og standa vörð velferð hans. Og bara takk fyrir og ég er hætt og ekki meir. Takk fyrir nafn að þú klikkar aldrei. Næstur í pont og síðastur er kollegi minn Sigurður Kristinsson sem er prófessor í heimspeki við HA. Sigurður lauk doktorsprófi í heimspeki frá Cornell háskóla og hefur kennt við háskólann síðan árið 2000. Hans sérsvið er siðfræði og siðfræðileg sálfræði og stjórnmála heimspeki og er höfundur bókarinnar Siðareglur sem kom út 1991. Og yfirskriftin á erindinu hans Sigga er Tjáfrelsi og ábyrgð fagstétta. Gjörsveinn. Já. Og ef þú vilt nota hann bendir. Bendir hann er hér. Hann er þannig og það er rauðið takk. Komið að sælublessu, gaman að sjá ykkur hér í dag á þessum fallega degi. Sigur mín, þú fórst aðeins yfir tímamarkinn. Gerðu skamma. En þetta er fínt, þannig að ég er bara brúsi gegnum mitt. En það er pallborð hér á eftir til þess að ræða það sem er oft og hratt kannski færi í gegnum. Svona já. Þetta er nú svona almenn kannski áminning það að við lítum hlutina kannski ekki öll sömu augum. Just because you are right does not mean I'm wrong. You just haven't seen life from my side. Og einn sér 9 og annar sér 6 og báðir hafa rétt fyrir sér og þeir eru að tala sama veruleikann.
og þetta svona áminning það á grundvöll tjáningarfrelsisins sem að mig langar að ræða hérna aðeins gera svona meginefni hér sko, hvers vegna tjáningarfrelsi skiptir máli, hvernig hefur það verið rökstutt út af því að við getum ekki rætt almennilega mögulega mörk tjáningarfrelsisins nema út frá einhvers konar skilningi og skilgreiningum á því í hverju gildi þess liggur. Það í sko heimspekilegri umræðu tjáningarfrelsið að þá var svona svolítið straumhverf með þessari grein eftir Thomas Scanlon sem birtist í nýju tímariti þá sem heit Philosophy and Public Affairs sem að byrjaði að koma út þarna 1972 og þetta var svona tákgrænt fyrir nýja viti eða nýja stefnu í raun og veru í akademískri siðfræði að stíga út úr, og heimspeki í raun og veru að stíga út úr fílabeinsturninum og fara að takast á við málefni líðandi stundar og þessum brýnum stefum. Og þessi grein hefur raun og veru, hún ennþá mikil svona, mikið vitnað í hana og mikið grunnur að umræðu þó að sjálfsögðu eru það ekki svo síðustu orðinu, það er svona gagnleg greining. Og Scanlon segir snemma í þessi grein, þar sem að reyna bara svona að skilgreina viðfangsefnið, að tjáningarfrelsi það nær yfir sérhverja athöfn sem framinn í því skyni að miðla staðhæfingu eða viðhorfi til annars eða annarra. Þetta er afar víður flokkur, í hann falla auk margs konar orðræðu og útgáfustarfsemi að sýna tákn eða sleppa því, mótmæli, margir tónlistaviðburðir, sumar sprengjuárásir, þetta var svona, Víetnamstríðið var enn í gangi, aftökur og sjálfsfórnir, til að flokka mig í athöfn sem tjáningu nóg að mögulegt sé að tengja hana við einhverja staðhæfingu eða viðhorf sem henni er ætlað að lýsa yfir. Og þetta er svona, rímar vel við það sem Jóhann sagði hér í morgunum, kennara sem kennir sjálfan sig, við erum kannski óavitandi að tjá eitthvað, en tjáningarfrelsið verndar rétt okkar til að tjá okkur með margvíslegum hætti og tjá skoðanir okkar og viðhorf. En þá vaknar spurningin, hvernig er hægt að setja tjáningu skorður, eða það sé hvað er það sem getur raun og veru gert það, óháð því hvort þau ættum að gera það ekki. Annars vegar að þá vill fólk stundum setja tjáningu skorður vegna innihalds staðhæfingarinnar og vill þá reyna að hafa áhrif á það hvaða skoðanir hreinlega fá að heyrast. Við leyfum ekki börnunum að heyra þessar skoðanir, það bara er vont fyrir þau og í anda forræðishyggju er hægt að hugsa svona fyrir heila þjóðir og þar sem að lýðræði er ekki við lýði eins og við vitum að þá hika yfirvöld ekki við að ritskoða það sem fer út í almannarýmið til þess að reyna að stýra því hvað skoðanir fólk er líklegt til þess að hafa og þannig eru tengsl tjáningar og skoðanafrelsisins augljós að með því að takmarka mögulega tjáningu í samfélaginu þá ert þú að takmarka þær forsendur sem eru í raun og veru aðgengilegar fyrir fólk til þess að mynda sér skoðanir. Og vernd tjáningarfrelsisins í mannréttindasáttmálum og stjórnarskrám lýðræðisríkja er fyrst og fremst til þess að verja almenning gegn slíkum yfirgangi stjórnvalda. En sú vernd, hún beinist semst að því að vernda það að tjáning sé ekki bannað vegna innihalds skoðanar. Öðru máli gegnir náttúrulega aðra svona tilfallandi eiginleika tjáningarna, þessi hvaða leið þú velur til að tjá sig. Ef ég hefði eitthvað viðhorf sem að mér fyndist eðlilegt að tjá með þeim hætti að sprengja sjálfa mig í loft upp hér og nú og ég myndi gera það, að þá væri ég að valda mörgum öðrum skaða heldur en sjálfum mér og vernd tjáningarfrelsisins næra sjálfsögðu ekki yfir það. Það er bókasöfn geta sett reglur það að fólk eigi að hafa hljótt á bókasafninu og vísa fólki út hvort sem líka betur að vera ef það brýtur þessar reglur. Þetta er ekki brot gegn stjórnarskrárbundnu tjáningarfrelsi. Þú getur farið og spjalla bara fyrir utan. Og þannig að það er alls konar ástæður sem að réttlæta takmarkanir á því að tjá sig á ákveðnum stað með ákveðnum hætti út af því að það bara hefur óæskileg áhrif á einhverja starfsemi. Og eins að koma í veg fyrir neyðarástand, það er frægt dæmi svona klassískt úr þessari umræðu sem kemur frá 19. öldinni að það að kalla eldur í tróðfullu leikhúsi vitandi að það er ekki satt og þú veist að það er mikil hætta á því að fólk þá tróðist undir og verði fyrir skaða. Þetta er svona leikur sem að
sko, þú berð ábyrgð á afleiðingum. Tjáningarfrelsi, þú getur ekki beitt fyrir tjáningarfrelsi og sagt, ég mátti segja þetta, það tjáningarfrelsi í landinu. Þannig að það ekki mitt mál hvort að fólk tróðst þannig undir. Og þannig að það munur á innihaldi skoðunar og svo með hvaða hætti þú tjáði og hvaða afleiðingar það getur haft. Nú, það er líka gagnlegt að muna að gera greinarmun á athafnafrelsi og tjáningarfrelsi. Auðvitað tjáning ákveðin tegund athafnar, en alveg sérstök tegund athafnar. Almennt athafnafrelsi þetta að tala sem neikvætt, það er að segja að vera frjáls undan ytri þvingunum og hótunum, eða jákvætt sem svona að hafa þetta frelsi til sjálfs ákvörðunar og þá hæfni sem þarf til þess og aðganga sínum skynsemis hæfileika til dæmis þar á meðal. Tjáningarhæfni líka. Tjáningarfrelsi að það yfirleitt skilið þessu neikvæða skilningi. Það frelsi undan þvingunum borðið ritskoðun, hótunum refsingu og slíkt og mótmælabann og annað. En auðvitað hægt að skilja það líka jákvæðan skilningi. Það er að segja búa við skilyrði sem að ýta undir og eru sem sagt pósitív skilyrði þess að geta tjáð sig með skilvirkum hætti og þannig að skiljist. Og þetta menntun má segja með því að þjálfa nemendur í ritgerðarsmíð og tjáningu að þá náttúrulega verið að búa þeim jákvæð skilyrði tjáningarfrelsisins. Þau eru betri í að tjá sig og hafa þess vegna í þeim skilningi meira frelsi til að tjá sig ef þau hafa hæfnina. Nú, John Stuart Mill í sínu frægariti frelsið sem kom út 1859 að hann setti fram sem sagt svona allsherjar reglu það undir hvaða skilyrðum eða út frá hvaða skilyrðum getur ríkisvaldi eða samfélaginu getur verið heimilt að sem sagt setja athafnafrelsi fólks einhvers konar skorður. Og þetta er skilgreining sem að skilgreina svona frjálslyndan hugsunarhátt og frjálslyndar kenningar í stjórnmálaheimspeki. Og hann sagði þarna þetta kallað skaðaregla Mills, því aðeins öllu mannkyni, einum manni eða fleirum, heimilt að skerða athafnafrelsi einstaklings að sjálfsvörn sé að ræða. Í menningarsamfélagi getur nauðung við einstakling helgast af þeim tilgangi einum að varna þess að öðrum sé unnið mein. Og hann kallar þetta ofur einfalda reglu sem getur skorið úr því afdráttarlaust hvenær samfélaginu leyfist að hluta til málefni einstaklingsins, hvort sem viðurlögin eru líkamlegt ofbeldi í mynd lagarefsinga eða siðferðileg þvingun almenningsálitsins. Ein afleiðing af þessari reglu að forræðishyggja orðin mjög, það erfitt að rökstyðja hana og í raun og veru alltaf sönnunarbyrðin á þeim sem að vill setja einhvers konar skorður eða reglur í samfélaginu sem væru réttlætar með því að það séu nauðsynlega til að vernda fólk fyrir einhvern veginn sjálfum sér, fyrir skaðlegum afleiðingum fyrir það sjálft af eigin athöfnum. Og að sama hætti svipað á við tjáningarfrelsið það að það eitt að koma í veg fyrir skaða gagnvart öðrum og það annað að koma í veg fyrir hvað sé skaðleg áhrif einhvers einstaklings af því að vera með skoðanir sem að einhverjum finnst vera rangar. Og rök Mills fyrir skaðareglunni eru áhugaverð. Hann segir sem sagt, og þetta í 3. kafla frelsisins, hann fjallar það sem hann kallar einstaklingseðli fólks eða individuality og segir að ef að skaðareglan sem sagt gildandi að höfð í heiðri að þá skapar það félagslegar aðstæður til þess að einstaklingseðli okkar ná að birtast og njóta sín og þroskast og verndar okkur þá hvert fyrir öðru ef svo má segja, fyrir bælandi tilhneigingu okkar til þess að ráðskast með og hafa vit fyrir hvert öðru án þess að brýnir samfélagslegir hagsmunir réttlæti slíka afskiptasemi. Þannig að þetta fókusinn á það að ef þú ætlar að fara að setja athöfnum einhverja skorður að þá verður þú að geta réttlætt það með vísun í brýna samfélagslega hagsmunir. Mill, hann í þessari bók Frelsið að þá heill kafli, annar kablinn fjallar tjáningarfrelsið og ég hvet alla sem ekki hafa lesið hann til þess að lesa hann, hvet alla sem hafa lesið hann til að lesa hann enn einu sinni. Þó gervallt mannkyn, segir hann, að einum frátöldum væri sömu skoðunar og aðeins þessi eini á öndverið meiði, þá hefði mannkynið engu meiri rétt til að þagga niður í honum en hann til að þagga niður í því, væri þá hans valdi. Og þetta svona undirstrikar það að tjáningarfrelsið nýtur alveg sérstakrar verndar. Mill færir ýmiss konar rök gegn ritskoðun
fyrsta lagi það náttúrulega skaði gagnvart því markmiði að reyna að sanna skoðanir nái að koma fram og það hlýtur að vera jákvætt að fólk hafi sanna skoðanir. Ritskoðun gæti að sjálfsögðu verið sönn, þannig að það skaði ef hún ekki fram að ganga. Ritskoðun gæti náttúrulega líka verið þó hún sé ekki beinlínis sönn, þá gæti hún falið í sér hluta sannleikans. Oft það þannig að til þess að fá einhvern svona heildarmynd af veruleikanum sem flókin, að þá þurfa margar svona hlutasýnir að koma fram. Við tölum ekki sem betur við bara í alhæfingum. Og svo í þriðja lagi að þá gæti hún, þó ósönn sé, komið í veg fyrir að sannar skoðanir verði að bókstafstrú eða dogma. Það að segja að ef ritskoðun í gangi og jafnvel þó að það tækist einhvern veginn hitta á það með furðulegum hætti að banna bara ósannar skoðanir, að þá væri skaði samfélagsins gríðarlega mikill, vegna þess að hvers virði væri í raun og veru mannkynið ef við þyrftum aldrei að vega og meta rökin fyrir skoðunum okkar og bera saman það sem þær hafa til síns máls. Þá værum við ekki að fungera sem skynsemisverur. Þannig að gildi mannlífsins myndi dofna. Og enda segir hann líka sem svona rök númer 4 að skoðanir sem trúað í hugsunarleysi og ekki má andmæla glatar hreinlega merkingu sinni. Nú að mati lögspekingsins David Brinks að þá eru þarna undirliggjandi rök hjá Mill sem hægt að setja saman lýsa á þennan hátt. Hamingja okkar og velferð krefst þess að við nýtum og þroskum hæfileika okkar til skynsamlegra hugsunar og ákvörðunar. Þetta þá fyrsta forsendan. Vísun í þroska einstaklings eðlisins og þar inni hversu mikilvægt það í þroska okkar og bara farsæld og hamingju að einmitt takast á það hverju á ég að trúa og það sem að alls kyns sjónarmið séu möguleg og séu á kreiki í því efni og séu leyfileg. Þannig að þetta lykilatriði í hamingjunu og eins og við mörg kannski vitið að Mill þessi, hans meginkenning í heimspeki eða í siðfræði kölluð nytjastefnan sem svona hamingjustefna, þar að segja að markmið mannlífsins sé að hámarka hamingjunu. Og svo önnur forsendan í þessari rökfærslu að þetta sé erfitt, að þetta nýta hæfileika okkur til skynsamlegar hugsunar og ákvörðunar sé erfitt í samfélagi sem leggst gegn frjálsum tilraunum með ólíkan lífsmáta og frjálsri tjáning ólíkra skoðana. Þetta ólíkan lífsmáta það vísa til athafnafrelsisins og frjálsra tjáningu ólíkra skoðana það vísa til tjáningafrelsisins. Og þess vegna það þá dregin sem ályktun af þessum tveimur forsendum að það séu grundvallar hagsmunir okkar að búa við bæði athafna og tjáningafrelsi. Það eru fleiri rök til fyrir tjáningafrelsinu. Thomas Scanlon sem ég nefndi hér í upphafi, að hann með rök af svolítið öðru tagi, þau vísa meira í það að segja spurningar það hvenær eru stjórnvöld lögmæt, hvenær í raun og veru hafa þeir sem taka sér vald til þess sem pólitískt vald í samfélaginu og stjórna ríkinu og setja lög og svo framvegis, hvenær í raun og veru málum þannig háttað að þetta vald sem þeir taka sér sé réttmætt. Og þetta náttúrulega stóra spurningin í stjórnmálaheimspeki. Og Scanlon segir, til að stjórnvöld geti talist lögmæt, verða borgararnir að geta viðurkennt réttmæti þeirra samhliða því sem þeir líta á sjálfa sig sem jafna, sjálfráða, skynsama gerendur. En þetta hins vegar ómögulegt ef stjórnvöld geta bannað tjáningu og þar með stýrt í hvaða forsendur borgararnir hafa til að gera upp hug sinn gagnvart aðgerðum stjórnvalda, boðum þeirra og bönnum. Eins og það stundum talað rússneskar kosningar og það vísun í Sovjet þar sem að í sjálfu sér var einhver tegund lýðræðis í gangi, þar að segja að það var kosið og menn þóttust fá umboð sitt til valda gegnum kosningar. En hins vegar var ekki hægt að taka þetta alvarlega sem lýðræðislega lögmætt vald af þessum ástæðum sem Scanlon bendir þarna á. Að þú verður að hafa tjáningafrelsi og ritfrelsi og skoðanafrelsi tryggt í stjórnarskrá til þess að stjórnvöld geti bara talist lögmætt. En er það þá ótakmarkað?
Nei, ég nefndi áðan þarna að sem sagt það sé að henda fólki út af bókasöfnum fyrir að vera með hávaða og það varðar beinlínis það að trufla aðra. Heimspekingurinn Joel Feinberg, hann skrifaði heila bók þar sem að rökstyður það sem hann kallar the offense principle eða móðgunarregluna og það sem að hann fær rök fyrir því að það sé ákveðna tegundir af tjáningu sem valdi því sem að raun og veru bara djúpstæð móðgun og það sé nægilega skaðlegt til þess að löggjafinn sé stætt á að banna akkurat þá tegund tjáningar og það hafi ekki þessi skaðlegu áhrif á lýðræði sem var nefna áðan. Hann segir, it's always a good reason in support of a proposed criminal prohibition that it would probably be an effective way of preventing serious offense to persons other than the actor and that it probably a necessary means to that end. The principle asserts in effect that the prevention of offensive conduct is properly the state's business. Þessi regla hins vegar umdeild og kemur þá helst til álita við aðstæður þar sem þeir sem verða fyrir móðguninni geta ekki forðast aðstæðurnar. Og eitt dæmi sem er oft rætt í þessu samhengi það þegar það var hópur af nýnasistum sem að skipulagði svona mars í gegnum bæ í Illinois Bandaríkjunum sem heitir Skokie og þeir ætla að marsera semst í gegnum gyðingahverfið þar og í nasista búningi öllu saman og þetta var á 9. áratugnum, nei fyrir ekki á 8. áratugnum og svo en stjórnvöld, sem bæjaryfirvöld vildu banna þetta, þannig að þetta fór fyrir dómstóla og á endanum þá reyndar fengu þeir að marsera þarna og það var rökstutt þannig að dómstólum að gyðingarnir sem bjuggu í húsunum allt í kring og voru á þessum tíma á 8. áratugnum það bjuggu þarna margir eftirlifendur helfararinnar þannig að þetta var ekki beinlínis auðvelt fyrir það að endurupplifa það að væri marserandi nasistar á götunni heima hjá þeim en þetta var rökstutt þannig að þeir væru með gardínur og það væri allavega auðvelt að kaupa gardínur í búðum þar sem getur dregið fyrir og þess vegna getur forðast í raun og veru þessa móðgun. Það er svona, þú hefur þann valkost. Okay. Og þannig að þetta, dómstólar komist að þessari niðurstöðu, aðrir hafa gagnrýnt niðurstöðuna sagt sem svo, nei það hefði verið betri leið að leyfa þeim að marsera en ekki gegnum hverfið. Því að gardínur, þú heyrir líka og svona sko. En þannig að þarna verið að reyna að finna einhverja leið til þess að takmarka tjáningarfrelsi alls ekki nema það ítrustu nauðsyn beri til en á sama tíma að taka tillit til annarra hagsmuna sem að varða líðan og í raun og veru engin smámál fyrir Holocaust survivor að endurupplifa það þjáningar ekkert smámál. Scanlon talar þannig mörk tjáningarfrelsisins að tjáning geti haft skaðlegar afleiðingar bæði beint og óbeint. Það getur verið efnislegur eða líkamlegur skaði eins og með bókasafnsdæmið. Þú getur, ef þú öskrar einhvers staðar, þá getur þú framkallað snjóflóð. Ef þú ferð upp á hæsta sé, þá getur glas brotnað í höndunum á einhverjum. Það getur, tjáning getur haft svona líkamlega skaðlegar afleiðingar. Það getur verið andlegur skaði, skelfing, áfall, hugsanlega móðgun, en svona skelfing og áfall eru kannski sterkari afleiðingar. Það getur verið ærumeyðing. Tjáning getur vegið að æru manneskju sem þannig að hann eða hún verður fyrir raunverulegum skaða að. Æra okkar mikils fyrir, mikið verðmæti, þannig að það eyðileggi æruna versus að kveiki húsinu þínu. Æran kannski meira virði, það erfiðara að endurbyggja hana. Og svo náttúrulega panik og svo skaðlegar athafnir annarra. Það er að segja, tjáningin getur haft þau áhrif að einhver sem heyrir tjáninguna veldur skaða og það sé einhvern veginn hægt að rekja þann skaða eða orsökina aftur til tjáningarinnar. Og Scanlon hefur þá í huga til dæmis herforingja sem skipar fyrir og sá sem að framkvæmi skipunina að taka einhvern veginn lífi skulum við segja að hann hefur ekki raunhafa valkost að óhlýðnast eða að setja á interneti einfalda uppskrift af taugagasi. Það eitthvað sem hægt að draga með til ábyrgðar fyrir. En þó eru tvær tegundir skaðlegra afleiðinga tjáningar að mati Scanlon sem nægja ekki til að draga þann sem tjánist til ábyrgðar og það skaði einstaklings bara hreinlega af því að öðlast ósannar skoðanir. Það er ekki á mína ábyrgð ef að ég segi einhverja bölvaða vitleysu og Sigrún fer að trúa því og svo getur Sigrún sagt seinna
nú er ég búinn að, þú veist, hafa þessas ósönnu skoðun hérna og bara líf mitt var bara verra út af því og þetta er þér að kenna. Og ég get sagt sem svo, heyrðu Sigrún mín, þú ert fullorðin manneskja. Þú ræður hverju þú trúir. Ég sagði, þú veist, þó að ég hafi sagt þetta, þú þurftir ekki að trúa þessu. Og þannig að þetta er algjör undantekning. Það er ekki hægt að draga menn til ábyrgðar með þessum hætti. Og svo líka skaðlegar afleiðingar athafna sem eru framdar samkvæmt skoðunum sem gerandinn eignaðist vegna tjáningarinnar. Það er að segja, jafnvel þó að Sigrún fari að trúa þessi lyginni sem ég sagði og grundvelli þess fyrir hún að gera eitthvað sem veldur öðrum skaða. Ég er kannski búinn að segja henni að ákveðni nemendur í bekknum hennar séu bara illa gefnir og latur og hisknir og eitthvað svona. Og þetta hefur kannski þau áhrif að Sigrún fer að mismuna þessum nemendum. En það er ekki mér að kenna, það er Sigrún að kenna. Af því að hún er fullorðin manneskja sem ber ábyrgð á orðið. Heyrðu, ég fyrir ekki. Nei, ég hefði hægt að tala um Sigrún og hún er alveg rétt, hún er fundastjóri. Já, ég fer að reka mig pontur. Ok, ég fer að beina tjáningum minni í annað en mundu. Ég hef full tjáningafrelsi. En Scanlon er nefnilega með mjög áhugaverðar undantekningar frá B-liðnum þarna. Frá því að maður get ekki borið ábyrgð á skaðlegum afleiðingum athafna sem framdar eru samkvæmt skoðunum sem að gerandinn eignaðist vegna tjáningarinnar. Og þá segir Scanlon, ef gerandinn er barn eða telst vegna skerðingar ekki hæfur að lögum til ákvörðunar og sá sem tjáði sig veit þetta eða ætti að hafa vitað, eða ef gerandinn væri undirmaður þess sem tjáði sig og tjáningi væri ekki ráðleggingar skipun, eða ef sá sem tjáði sig gengi lengra í stuðningi sínum, að í þessum tilfellum að þá skortir gerandan sjálfræði og frelsi til að teljast ábyrgur. Og ég hef sérstaklega í huga þetta efsta þarna, ef gerandinn er barn eða telst vegna skerðingar ekki hæfur og lögum til ákvörðunar og sá sem tjáði sig veit þetta eða ætti að hafa vitað. Og þá færist ábyrgð yfir á þann sem tjáði sig. Þannig ef ég hætti að tala um Sigrúnu og tala um einhvern ef að væri sem 12 ára barn og ég væri að tala komi inn skoðunum hjá þessu 12 ára barni og í framhaldinu færi 12 ára barni að leggja einhvern ákveðin aðila í einelti sem ég var búinn að tala svona illum og þetta væri bara tóm vitleysa sem ég er búinn að segja. Þá bæri ég ákveðin ábyrgð á því, af því þetta er 12 ára barn, þó ég bæri enga ábyrgð ef þetta var Sigrún. Skiljiði. Þetta er hugsun hans Scanlons í þessu. Hatursorðræða er hugtak sem líka tengist þessu. Það er að segja vegna þess að, og ég ætla ekki að fara að reyna að skilgreina það hér, en Brink segir að það sé tjáning sem úthrópar eða áreitir á grundvelli kynþáttar, kynhneigðar eða þess að tilheyra annars konar hópi. Hatursorðræða í amerískri dómahefð notar gjarnan herskáorð eða svona fighting words sem kallað er, sem að með því einu að vera sögð valda skaða eða hneigjast til að rjúfa friðinn umsvifalaust, eins og það er orðað í frægum dómi. Og mörg lönd setja hatursorðræðu skorður í refsilöggjöf og ýmsar stofnanir og samtök setja viðurlög við hatursorðræðu eigin meðlima, án þess að það sé talið varða eða vera stjórnarskrárbrot. Og það er heilmikil umræða sem hefur farið fram í Bandaríkjunum þetta í kjölfarið af því að háskólakampusar hafa sett ákveðnar reglur með viðurlögum gagnvart meðlimum háskólasamfélagsins sem að banna til dæmis það að skrifa upp svona rasista slógan á kannski dyrnar á heimavistinni þar sem margir svartir nemendur eiga heima og svo framvegis. Og áhrifin af hatursorðræðu, það er fræðimaður sem að skrifa bókum þetta sem heitir Lawrence, sem orðar það svona: líkamleg tilfinningaviðbrögð við persónuárás útilokar orðanotkun. Þetta er svona hugsaðum í því samhengi að tjáningafrelsi verndar þá samfélagslegu hagsmuni að við búum við aðstæður þar sem að við getum skipst á skoðunum og þroskað og nota skynsemishæfileika okkar til þess að gera upp hug okkar. Og þá þurfum við að hafa samræðu í gangi og virðingu fyrir skoðunum annarra. En þarna, ef það er hatursorðræða, þá árás kallar ósjálfrátt fram sálræn varnarviðbrögð. Ótti, reiði, áfall og flótti trufla öll skynsemisviðbrögð. Orð eins og nigger, kæk eða faggot framkalla líkamleg einkenni sem lama fórnarlambi tímabundið og gerendur nota þessi orð einmitt oft í þessu skyni.
Mörg fórnarlömb geta ekki brugðist við með orðum fyrir en talsvert löngu eftir árásina þegar árásaraðilinn horfinn af vettvangi. Og þannig þetta orð bara árás notað. Þó að sé verið að nota orð, þá þetta flokkað sem árás en ekki sem tjáning, þó auðvitað sé það tjáning líka. Nú, bann við hatursorðræðu, nú tíminn að vera búinn, þarf ekki að skerða samfélagslega skilyrði þess að við nýtum og þroskum hæfileika til skynsamlegrar umhugsunar. Þessu slægi nú bara hérna fram og vísa aftur til Raka Mills í þessu samhengi. Og meðal annars vegna þess að neikvæðar afleiðingar af frelsi til hatursorðræðu, ef við ætlum að verja það til hins ítrasta, að þær bitna ekki jafnt á öllum. Því að þær skerða sérstaklega skilyrði minnihlutahópa til fullrar þáttöku í samfélaginu og jafningi grundvelli. Ef að þeir geta alltaf átt á hættu ef þeir hætta sér út í almannarýmið, hætta sér út í að taka þátt í umræðu eins og jafningjar annarra og fá yfir sig fúkirða súpuna. Nú, svo til orðaðar sem mismunar, sem er svona aðeins víðara hugtak heldur en hatursorðræða. En í lokin þá vildi ég sem sagt tengja þetta við ábyrgð fagstétta. Ég hef sjálfur skilgreint vitnað því bara sjálfa mig. Fagmennsku svona að það sé kunnátta, færni og alúð við það starf sem maður hefur atvinna af og hefur með viðurkenndum hætti sýnt fram á tilskilda færni og þekkingu til að gegna. Alúðin felur meðal annars í sér siðferðilega dygðir á borð við heilindi, heiðarleik og trúnað. Ólíkt málaliða er fagmaður skuldbundinn starfinu og innri gildum þess, sem greinast í samfélagslegt hlutverk starfsins, almenn siðferðisgildi og vandaða starfshætti. Og með þessu þá vil ég svolítið hnykkja á því að með því að ganga til liðs við fagstétt að þá ert þú að takmarka þitt eigið frelsi, þar sé að þú ert að skuldbinda þig starfinu og innri gildum þess og þú hefur ekki sjálfur, getur valið sjálfur út af hvað það gengur, að til dæmis ef þú hefðir þá skoðun að menntun væri nú mjög ofmetin og kennari í skólastofu ætti í raun og veru að reyna að standa í veg fyrir menntun. Þú hefur ekki frelsi til að hafa þá skoðun einu sinni sem kennari. Þú hefur frelsi sem borgari til að hafa þá skoðun, en þá máttu ekki vera kennari, skilur. Þannig að þú verður að velja og hafna. Og þannig að takmörkun á tjáningafrelsi getur verið hlutverkabundin með þessum hætti. Kennarar fara nú að mestu leyti eftir óskráðum siðareglum, en það gilda náttúrulega þeir hafa samþykkt til dæmis þessar siðareglur, Kennarasambandi Íslands, og sem að skuldbindu þeir segjast allar menntanemendur og efla með þeim gagnrýna hugsun og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, sýna þeim áhuga og umhyggju, hafa jafnrétti að leiðarljósi, vinna gegn fordómum, einelti og ranglæti sem nemendur verða fyrir, virða rétt nemenda, viðhalda starfsefni sinni og auka hana og sýna öðrum fullar virðingu í ræðuriti og framkomu og fleira. Þannig að fagmennska setur tjáningafrelsi í starfi, ýmiss konar hömlur, rétt eins og læknir hefur ekki frelsi til þess að segja hvað sem er sjúklingir sinn. Sem læknir þá ætti að bregða sjúklingi með að segja hvernig hluti við hann, þú hafi borgaralegt tjáningafrelsi. En svo er spurningin, hvaða hömlur eiga líka við utan skólastofunar eða veggja skólans? Og þá má segja að það eru til skoðanir sem eru í mótsögn við óumdeildar hugsjónir starfsins, eins og ég nefndi áðan dæmi ef þú hefði þá skoðun að menntun sé bara af henni slæma. En svo er líka tjáning sem kennari veit eða ætti að vita getur haft í för með sér skaða fyrir nemendur. Hatursorðræða eða orðræða sem mismunar. Kennari getur haft þá skyldu að halda aftur á henni í almannarýminu vegna þess að hann er skuldbundinn hugsjónin kennarastarfsins, ekki bara í vinnutímanum. Og þannig að mín lokaorð eru þessi að tjáningafrelsi er þá nauðsynlegt skilyrði þess að borgari geti litið á sig sem sjálfráða jafningja sem hver sig hefur síðast orðið það hverja hann á að trúa og hvað hann skuli gera. En sem fagmenn eru kennarar skuldbundnir grunngildum starfsins og af þeim leiðir svo ábyrgð að forðast bæði hatursorðræðu og orðræðu sem að mismunar. Takk fyrir. Takk fyrir Siggi, þetta var áhugavert og ég ætla núna að hætta að fara inn á kontór hjá honum til þess að fá ráð. Ég veit ekki hvort hann er að segja mig satt eða ósátt. Það nú Siggi. En þá er komið að seinni hluta málþings sem ég bendi ykkur á kaffi. Það er að gera að fá sér svona kaffi áður en umræðurnar byrja. Eða pallborðið og það verður svolítið skrítið pallborð því að hvorki pallin í borð. En það verða allavega 3 stólar sem að þau ætla að sitja hér og svara ykkur. Og ég vona að þið komið með margar og áhugaverðar spurningar og stuttar gjarnan þannig að það sé ekki fyrirlestrar
Og það væri líka æskilegt að þið byrjuðuð á því að segja til nafns. Og þá skulum við bara, já, fá okkur kaffi og hérna við tökum örstutta bara svona húspásu. Já. Bakgrunn, leitt og fallegt. Ég stabil á einum stað. Hún hérna, ég get bara sett hana sjálf. Ég búinn að færa þetta? Já. Ég ekki bara í lagi? Já. Það er líka heftan. Bara þetta, já, mitt. Smá snúra ef þú vilt fara, þá bara, kannski bara halda á þessu. Ok, þá hef ég smá snúra. Getur þú smá færslu? Já. Jæja, viljið ekki setjast? Já. Stráka mín, það er ekkert skrítið sem ég langi að vera heimspekingur. Nei. Fyrir ekki við tala alltaf. Þeir maður hlusta á þessu. Þið tölur. Skrítið eins og ég verði. Hann var einu sem að gestur er bara, já, einu sem heldur sig. Eigum við ekki bara að halda áfram? Þið getið tekið kaffi með. Skjóðsvel. Hvað segir þau? Halló, heyrist ekkert í þessu mikrofóni? Viljið þið banka í mannið þarna? Það er búið að taka mig upp tjáningar. Þessi virkun, ég ætlaði ykkur hann. Árni, það heyrist ekkert í þessu. Þetta er bara fyrir upptökuna. Þá tala ég bara hátt. Já, þið heyrið alveg í mér að það ekki. Þá skulum við bara byrja og ég ætla eiginlega að taka mig bessalegu og spyrja fyrstu spurningar. Sigurður var með glæru yfir siðareglur kennara, 12 talsins og þar var meðal annars fjallað vinnu gegn fordómum, einelti og öðru ranglæti sem nemendur verða fyrir. Eru við að mennta kennarana nægilega vel á þessu sviði? Er lögð nógu mikil áhersla í námi kennara á þessa þætti? Hvað segir þú, Siggi? Eða Sigurður, fyrirgeðu. Sko það er nú erfitt að svara þessu svona afdráttarlaust, en ég náttúrulega, það partur af mínu starfi að kenna kennaranemum siðfræði og kenna þessa hluti.
og mér finnst aldrei nóg. Þannig að ég er pínu hlutdrægur náttúrulega í málinu. En ég held sko svona, ef maður reynir samt að svara spurningunni almennt, að þá finnst mér að það mætti alveg auka vægi sko þessara þátta í kennaramenntuninni og það er mjög mikilvægt að flétta þá inn í öll námskeið og allt námið. Þannig að nemendur ígrundi alltaf störf sinn og það sem þeir að læra í ljósi þessara hugtaka og þessara þátta kennarastarfsins. Að þetta svo gríðarlega erfitt, eins og sjálf til í öllum dæmunum sem Jóhann nefndi, að þegar þú ert orðinn kennari og komin á vettvang og þá ertu með alls konar nemendur í bekk hjá þér og þú bara lentur í aðstæðunum og þá er nauðsynlegt að geta búið að góðu grunnnámi þar sem þú varst búin að geta svona hugsa þetta svolítið án þess að þurfa að bera ábyrgð á afleiðingum. Jóhann, nú ert þú að kenna heimspeki inn í skóla. Finnst þér nemendur hafa áhuga á þessum málum? Er það meina á þjálfingarfræðslu? Já. Ég veit ekki, ég tek það ekki sérstaklega fyrir. Þeir hafa margir mikil áhuga á ýmsum svona heimspekilegum málum sko, sem eru kannski meiri svona hugarleikunni. Ég upplifði það með unglingarnar, sem það verið unglingarnir sko, og skemmtilegustu tíma þeir til dæmis þegar við erum að vega meira hvað er raunveruleg. Eins og það var að gera hlé á tíma og við erum að taka aftur næstu viku sko hvort að Elvis Presley sé raunverulegur. Það er alveg hægt að taka það í marga sko, þannig að í heimspekitímanum hjá mér þá erum við meira kannski svona hugarleikum með heldur en að leysa lífsgátuna. Og annað dæmi sko, þá var annar hópur sem var heilan kettustund og náði ekki að klára hvort það væri til þríhyrning með 4 hornum. Og það var skiptist alveg í tvennt sko, að þrívítar þríhyrningur með 4 hornum en hann er samt þríhyrningur. Þannig að þetta er áhugasvið nemendanna í heimspekinni. Það sem að við erum í fyrsta skipti að taka inn nemendur í lögreglufræðum og það sem eiginlega vekur athygli mína er það að það eru miklu strangari skilyrði fyrir að fara inn í það nám heldur en inn í kennaranám. Þeir þurfa að fara í sálfræðipróf og þeir þurfa með hreina sakaskrá og það er ýmislegt sem að er ætlast til að þeim sem fara inn í lögreglunámið en það geta allir farið inn í kennaranám. Er þetta eðlilegt? Sigrún, hvað vilt þú segja um þetta? Mér finnst þetta svona pínu sérkennilegt. Hvað á ég að segja við þessu? Já, það er það. Sko, inntöku í svona mikilvægt starf, auðvitað. Við höfum ákveðnar grunnforsendur. Fólk verður að hafa lokið stúdentsprófi til þess að geta komist inn eða því sem næst og láta það svo duga. Einu sinni tók ég þátt í þessari umræðu fyrir kannski svona 20-25 árum. Þá var ég í stjórn þáverandi fósturskóla Íslands og var svona að velta vöngum yfir umsóknum og við. Og þá man ég að þetta kom til tals því að hverjir eru með litlubörnin. Við erum með þetta í kennaranáminu með sko leikskólakennarahókurum og svo framhaldsskóla. Litlubörnin sem ekki geta sagt foreldrum sínu þegar þau koma heim hvað er gerst í leikskóla. En þar hugsuðum við tökum alla inn sem hafa þessar formlegu forsendur og síðan ræður ekki bara framboð eftirspurn heldur þeir sem eru með. Við treystum á þá sem eru með að einhverjir muni detta út úr þessu starfi og ekki fá vinnu sem þessi framan. Ég treysti mér eiginlega ekki. Sko þetta er eilíðar spurning sko, því að jafn áhrifaríkur örlagavaldur og kennari er, þá sko auðvitað getur maður spurt sig, en jafn örlagaríkur líka og foreldri er, þá getur maður spurt mig, því það er enginn sem þarf að fara í nokkurs konar forkönnun, heldur bara verða allir foreldrar sem það geta á annan borð og vilja. En við vonum að samfélagið horfa á og fylgist með. Og það er alveg klárt að við fylgjumst ekkert alveg nógu vel með alltaf. Við erum alltaf að fá upp sögur sko. Úr öllum mögulegum aðstæðum. Þar sem foreldrar hefðu getað staðið sér betur, þar sem kennarar hefðu getað staðið sér betur. En ég vil trúa því að sá kennari sem raunverulega vill verða betri í dag en í gær og betra morgun en í dag, sem ég held að sé einhvers konar
bara svona mantra í lífinu, að blundi okkur öllum að vilja verða betri og vilja enda sem gamalt, friðsælt fólk sem tilbúið til að leggja aftur augun að því maður sáttur. Ég vil trúa því að það blundi okkur öllum og að við sem samfélag svona, já, hjálpum hvert öðru. En aftur á móti þetta með inntak náms á hverjum stað að auðvitað, Siggi segir, ég hlutdrægur ég kenni heimspeki, mér mætti kenna heimspeki svona 80% kannski af tímanum og ég eiginlega get alveg tekið undir það og segi kannski líka að út frá öllum rannsóknum innan sálfræði kennum það miklu meira, við erum harðari á þessu en auðvitað þarf að blanda þessu öllu á einhvern hátt Sagnfræðingur er bestur í sínu og handbendakennarinn bestur í sínu, tíma í stundaskrá kennaranemans. En þetta var þetta ekkert svar. Eru þið með spurningar? Já, það eru 2 spurningar. Kristín var fyrst, gjörðu svo vel Kristín, og svo ferð þú orðið á eftir. Já. Þakka ykkur fyrirlesarar hjartanlega fyrir þessa frábæra klukkutíma rúmlega. Ég held þetta sé skemmtilegasta málþing sem ég hef setið í mörg ár. Mér fannst þetta svo innihaldsríkt og gefandi, takk. En það er tvennt sem ég langar að nefna. Já, gerðu meira af svona málþingum. Þú sagði Sigurður að ég held ég fari rétt með hversu virði væri mannkynið ef við þyrftum ekki að rökræða og vitnaður í einhvern, fyrirgefið dæmi sem ég tek, en ég átti einu sinni 2 drengir, 8 og 10 ára í enskum barnaskóla og var vitna því að þeim var kennt mjög markvisst og formlega að rökræða. Ég varð aldrei vör við þau ár sem að þeir voru í íslenskum skólum og getur verið að við höfum gleymt þessu atriði. Það er spurningin. Svo er ég með aðra spurningu. Ok, þessi spurningi, mig langar nægilega að heyra Jóhann kannski svara þessu því að hann er einmitt að vinna með börnum í rökræðum. Hvað finnst þér? Jú, þetta er alveg hárrétt og við höfum vanrætt það mikið og þetta er bara svolítið undir kenninu komið í hverjum skóla fyrir sig, hvaða aðstæðum þeir eru búnir og hver vilji svona skólastjórnenda er. Ég er svo lánsamur að síðan 2007 hefur heimspeki verið skyldufag í skólanum þar sem ég er að kenna. Og ég hef með kjöraðstæður þar sem ég fæ að hafa hálfa bekki í einu og heimspekin fer þannig fram að þegar þau eru búin eftir önna þá hafa það aldrei heyrt Sókrates eða nein nöfn, aldrei neina kenningar því að þau eru heimspekingarnir sjálf. Og ég byggi þetta upp til dæmis í 8. bekk þannig að við byrjum á því að upplifa og skynja þannig að þau fá að taka eftir, þannig að við vinnum myndefni. Svo vinnum við með það að þau fá að æfa sig að spyrja út í hlutina og svo að svara spurningum, færa rök fyrir máli sínu og þegar við erum komið þangað, þá erum kannski komið fyrir miðjum, þá erum við að byrja að þjálfa okkur í að rökræða og þá hlusta á aðra, þannig að þetta er svona tekið skref fyrir skref. En þetta er allt og ekki óvíða. Hvað með aðra skóla? Þetta er í námskrá, þetta á að gerast. Ég veit að eins og á höfuðborgarsvæðinu þá veit ég að Landakotsskóli myndi vilja þetta og svo er þetta valgreinar eins og í Laugalækjarskóla og í Garðaskóla í Garðabæ og einhvers staðar víðar en þetta er ekki mjög almennt sko. Nei, það er nú sorglegt. Já, sko, þú vitnaðir í Brink held ég, Sigurður, og sagðir að hann hefði sagt að hamingja okkar og velferð krefjist þess að við nýtum hæfileika okkar til skynsamlegrar hugsunar og ákvörðunar. Sko, ef þetta er grunnur hamingjunar að hugsa og vera skynsamur og taka skynsamlegar ákvarðanir, og ég get alveg mjög vel sætt með það. Hvernig fer þetta saman við þau kristilegu gildi sem eru í okkar samfélagi? Vegna þess að það er kannski hamingjan skilgreind á annan hátt, eða hvað? Þessi tilvitnun sem þú nefndir, að það var vísun í þessa kenningu Mills forsendur farsældarinnar,
sem svo að hún mjög svona aristótelisk í grunninn, þar sé svona þroska hugmynd manneskjuna og farsælt líf sé líf þar sem að þú nærð að einhvern veginn að þroska þína hæfileika og ekki síst þessa skynsemishæfileika þína og að samfélagi geti þá stutt við þannig vegferð og til þess þurfum við skoðanafrelsi og tjáningarfrelsi. En spurning þín hvort að þetta einhvern veginn gæti verið í togstreitu við trúariðkun eða hugsanlega það að vera með trúarstofnanir, kannski vera með þjóðkirkju. Ég sé engan nauðsynlega árekstur þarna á milli. Þetta fer svo mikið eftir því bara hvernig á þessum málum haldið og það eru trúfélög sem betur fyrir þau yfirleitt neyða engan til þess að vera taka þátt í þeirra starfi eða trúa því sem að þar er gengið út frá, heldur bjóða fram sína þjónustu þeim sem það vilja. Þannig að trúfrelsi, það einmitt frelsi til þess að sé trúariðkun og það sé, og ég veit það að oft það innan kirkna og safnaða sem að fólk einmitt þroskar sína skynsemi og hugsar út í þessar spurningar og gerir upp hugsinni saman til hvernig það vill lifa og hvernig það vill koma fram við náungan og allt þetta. Þannig að ég held að þetta séu trúfélög séu bara tæki í þágu mannlegra farsældar. Siðmennt líka tæki, þú veist, það alls konar, þetta svona skipulagður félagsskapur til að halda utan það, tilraunir okkar til þess að lifa góðu lífi. Siðmennt trúfélög í mínum huga. Já, vilt þú? Mér langar aðeins að fá að koma inn á þetta með heimspeki í skólum sem var fyrir spurning frá Kristínu. Þegar ég byrjaði hérna við Háskólann Akureyri þá vakti athygli mína að þá var Kristjánsson hérna, prófessor, og það var sem sagt heimspekin í leikskólunum. Og ég hugsaði heimspeki í leikskólum þegar börn eru svo hlutgerð, þau geta bara að tala um það sem þau sjá og snerta. Hvernig gera þau það? En þá var uppi hugmyndafræði sem ég held að Kristján hafi nú tekið með sér frá Skotlandi að kenna börnum sem sagt á leikskóla bæði dygðir og ýmislegt annað með því að færa þau í það sem þau þekktu og þau æfðu sig í aðferðinni að vera sammála síðasta ræðumanni, að vera ósammála síðasta ræðumanni þó þau væri bara 4 ára eða 5 ára og skemmtileg tilsvör sem maður heyrði eins og barni sem sagði nú er ég sammála Pétri og tekur til máls eða nú er ég ósammála Jónu og sagði svo nú er ég ósammála mér og það var alveg eðlilegt eins og að vera ósammála einhverjum öðrum og einhvern veginn þarf maður að byrja að æfa sig að læra aðferðirnar og vera ófeimin við að vera sammála eða ósammála og ef maður kann aðferðina þá þegar hausinn á mann orðinn svona fullorðinn og afstæður þá getur maður kannski notað aðferðina dálítið vel. Eða barnið sem sagði, ég held að það hafi verið í Lundarseli, sem sagði það var afmælisterta sem kom og svo var hún þarna á borðinu og svo náttúrulega fóru sneiðarnar á diskana og þá heyrist í einu barninu nú er ég þolinmæði. Já, barnið gat ekkert beðið eftir þessu en var búinn að læra þetta og kom heim og sagði sem sagt foreldri sínum, kenndi foreldri sínum ýmislegt Ég held nefnilega að við þurfum að byrja þarna, að við þurfum að byrja þegar þau eru svo lítil og þau veit ekki einu sinni þau eru til, að þau eru ekki komið með tilfinningu að ég er ég almennilega. Þau bara eru þarna á allra annara forsendum en þeirra sjálfra og svo læra þau aðferðina og svo kvöldverðarborðið og morgunverðarborðið í bílnum á leiðinni eða hjólinu, baksætinu hjólinu á leiðinni í leikskólan, þá erum við að diskutera, við erum að ræða, við erum að rökræða. Það er hérna með spurningu, gjör svo vel. Já, Björk heiti ég. Áður en kemur spurninguna og langaðum bara að koma þér í skoðun að framfæra þríhyrningur í þrívídd píramídi. En allavega... Ég vísaði málunni til stærðfræðikennara í lok tímans. Þannig að ég losnaði vandamáli en stærðfræðikennarinn þurfti að taka við því. En allavega, nú er verið að tala sem sagt brúna hjá unglingum á milli þess að vera barn og fullorðinn.
og eins og við vitum þá hefur þjóðfélagi verið að breytast, þannig að fólk fer ekki til dæmis eins snemma heiman og fer ekki eins snemma út á vinnumarkaðinn. En ennþá er skyldunámi miðað við þær forsendur. Er ekki kominn tími til að hugleiða að teygja aðeins úr skyldunáminu því að börn eru komin með kosningarétt líka við áður en eru talin hafa vit á því að velja sér vinnu. Og þau hafa í raun og veru engar forsendur til þess að velja milli skoðan og þau vita oft þegar þau koma í framhaldsskóla ekki einu sinni hvaða vinnu eða nám þau eiga að fara í. Hvar þau eiga að mennta sig. Takk fyrir. Já, ég myndi nú kjósa að svara þessu bara ekki. Ég hef ekki hugsað þetta á þessum nótum, sko. Ég átti kannski frekar von á svona spurningu sem hafa beinlínis með kannski tjáningarfrelsið í skólastarfi að gera heldur en sko skyldunám nemenda. Þannig ég eiginlega verð að fá að kannski svara þessu bara á öðru vettvangi síðar. Já, vandamál náttúrulega ef þú kemur með ert að meta stjórnmál og skoðanir og hvernig þú átt að vera myndaðir þær, þá getur þú verið skammaður fyrir að vera með áráður sem kennari. Já. Ég er ósammála. Þú ert bara ósammála mér, eða þér, svo við vitnum í Sigrúnu, ég er bara ósammála mér. Nei, vilt þú kommentera á þetta eða ég var að taka næstu? Bara örstutt, ég sé alveg tenginguna við sko spurningarnar lýðræðið og forsendur þess að fólk geti myndað sér upplýstar skoðanir. Þannig að ég held þessi mjög umhugsunarverð, eins og Jóhann, ég svo sem ekki meini svör spurningunni, en þetta líka beinir svona athyglinni svolítið að þessu vandasama hlutverki kennara sko á framhaldsskólastiginu, þar sem að það kannski ekki síður sko verið að ræða ýmis svona álitaefni sem eru svona verða alltaf flóknari og meiri álitamál og þar sem að það reynir mjög á færni kennarans í því að sjálfur sér vera að taka þátt og bjóða upp umræðu og gera það heilum hug án þess að misnota aðstöðu sína einhvern veginn til þess að hafa ósanngjörn áhrif á það hvaða forsendur nemendur hafa til að mynda sér skoðun. Þetta er mjög almennt svar en ég held að þetta sé samt alveg rétt. Gunnar en næst með spurningu. Komið sæl, Gunnar Gíslason heiti ég og takk fyrir gott málþing. Bara í beinu framhaldi af því sem þú ert að segja, Sigurður, þá velti ég fyrir mér og líka í beinu framhaldi af fyrirspurn Kristínar. Af hverju kennum við ekki rökræðu í grunnskólum? Hversu stór hluti kennara hefur alist upp í rökræðu að gagnrýna hugsun þegar hann kemur út í samfélagið? Hvaða tími er tekinn í það í kennaranáminu að þjálfa upp rökræna hugsun, að þjálfa upp rökræna umræðu og þjálfa fólk upp í því að stýra slíkri umræðu sem ég held að sé mjög vandasamt verkefni því oftar en ekki eru kennara gagnrýndir fyrir það að koma sínum eigin skoðunum að framfæri, pólitísku sem öðrum. Og þá veldur maður fyrir sér sko hvaða forsendur eru þá til þess að ætlast til þess eins og kemur fram í grunnskólanum 74 að við séum að ala upp ábyrga borgara í lýðræðissamfélagi sem þýðir það að þeir kunni að nýta sér gagnrýna hugsun og rökræðuna til þess að vinna með. Og endurspeglast þetta þá ekki bara hreinlega í þeirri umræðu hefð sem er til dæmis inn á þessum svokölluðu félagslegu miðlum eins og fésbókinu og öðru slíku miðlum. Hvernig ætlumst við sem til þess að þetta gangi upp á meðan við gerum í raun og veru ekkert í þessu? Jóhann er gott dæmi hér kennara sem er að vinna svona, en hann er heimspekingur. Hann hefur fengið þessa þjálfun. Hvað þarf til? Nú er 5 ára nám komið í gang. Ef ég má kannski svara þessu því að þetta hefur oft borið sér tals hjá grunnskólakennurum og þetta var eftir að rannsóknarnefnd Alþingis skilaði skýrslu eftir bankahrunið og þá var þetta í tísku, þá var maður ofsalega vinsæll. Það var fullt af kennurum að hafa samband og koma í heimsókn og vildu fara að gera svona hluti og ég tók saman í bók sem heitir 68 æfingar í heimspeki sem að margir hafa verið að nota því að það er svona einfalt, því að það sem hefur verið að standa í vegi fyrir þessu er að það er erfitt oft að starta einhverjum rökræðum. Þú ert með alls konar nemendur og þeir eru mismóttækilegir, þess vegna setti ég í gang svona æfingar þar sem að byrja bara með æfingu. Þú ert að gera eitthvað sem leiðir þig áfram í þessu.
En það sem að sumir hafa verið að tala um sem hafa vilja að byrja að þeim finnst þetta vera svolítið eins og þeir séu að fara að vera með uppistand á sviði en veit ekki hvernig áhorfendahópurinn tekur uppistandinu og sýningin getur farið á hvern veg sem er. Þeir eru kannski með planaðan tíma og mæta í kennslustund og svo byrja þeir með tíman og þeir hafa kannski alveg þá færni að ná öllum einhvern veginn og þá er miklu auðveldar að fara bara í bókina og lesa þetta og gera verkefni. Þannig að þetta er flókið og krefst æfingar en eins og ég verið að segja við kennara, þetta þarf ekki að verða sko 1 eða 2 kennslustundir allan veturinn alltaf. Það er hægt að byrja bara með eitthvað lítið. Það kom til mín kennari hérna eftir bankahrunið sem að fékk þau fyrirmæli frá skólastjóranum sínum að nú, að því að það var svo dómur fjallum að við værum ekki nógu gagnrýnin í hugsun og hugsun ekki nógu mikið af siðferðilegum nótum að þá áttu allir árgangar skólans frá 1. upp í 10. að læra heimspeki og gagnrýna hugsun allan veturinn, 1 sinni í viku og hann átti að sinna þessu. Og maðurinn kom til mín og hvað gat ég gert? Ég sagði bara að þetta er óðs manns æði. Maður þarf að byrja smátt og síðan að láta þetta rúla eins og þetta byrjaði hjá mér þannig ég er ekki uppalinn sem barnaheimspekingur sem er nú ákveðið fag, ég er bara svona klassískur sem að fór óvart inn í skólana og ég byrjaði bara með þetta sem valgrein og ég kunni voða lítið fyrir mér, svo bara þróa þetta smátt og smátt og þannig þarf þetta að gerast, það þarf að koma með þetta kannski tökum smá stund í einhverju kennslustund. Þannig að það þarf að taka smá spor og gefast ekki alveg upp. Langar að setja í freistinguna að segja mjög gott að heyra sem Jóhann segir og líka að þegar kennaranámið var lengt í 5 ár og nú er 3 á bakkarársstigi og 2 á meistarastigi að þá finnst mér það hefur alltaf fundist það vera tækifæri til þess að auka mannauðinn í grunnskólunum það er að segja auka, það er að segja heildar fjölbreytnina og það er auðvitað ég er ekki að myndi aldrei gera lítið úr þeirri faglegu ábyrgð sem að kennarar hafa á öllu sem þeir þurfa að læra í sínu grunnnámi sem við kemur pedagógík og þroska sálfræði og öllu milli himins og jarðar allar ástæðuna fyrir því að það er ekki hægt að vera eða tímanum í heimspeki en hins vegar þetta 5 ára nám gefur opnað þann möguleika að einhver sem er búinn að mennta sig í einhverri grein það getur verið sálfræði, það getur verið sagnfræði það getur verið heimspeki og eins og til dæmis Jóhann er dæmi hann bara mennta sig í heimspeki og svo fer hann að vinna í skólum og það er ekki skrítið, hann hefur bara hæfni sem að flestir kennarar hafa þá ekki og þannig átt að vera, það sé ekki með allir kennarar eins og þá er hægt að bjóða upp á svona fjölbreyttara nám. Já, Sigfríður Inga heiti ég og ég var svo heppin að eiga tvíbura sem voru á Lundaseli og þar var heimspeki eiginlega þemað í skólastarfinu og ég hef notað, ég er kennari í háskólanum og líka reyndar ljósmóðir og ég er ekki að segja að við eigum að byrja leið og barnið fæðist að kenna heimspeki, það er kannski too much en ég einhvern veginn held að við eigum að byrja absolutt í leikskólanum, ekki bíða með það fram í grunnskóla eða jafnvel háskóla og ég hef notað þetta í minni kennslu í skólanum að láta nemendur rökræða og ég sé að það er mjög áberandi að sumir hafa aldrei gert þetta og það að rökræða er sama sem að rífast í þeirra huga. Þannig að mér langar eiginlega svona varpari spurningu til ykkar bara hver ykkar sem vil taka hana. Haldið ekki að mannlífi myndi batna, við myndum verða umburðarlyndari gagnvart hvort öðru, kannski draga fram ýmislegt svona það góða í hvort öðru ef við byrjuðum bara í leikskólanum að kenna heimspeki. Jú, ég held að það sé ekki spurning og þetta þegar þú talar um að rífast að það er mjög ríkt eins og hjá unglingum sem koma til manns í heimspekitíma að þau hafa fyrirmyndirnar úr Morfís mæliskukeppninni sem eru nú margir gamlir Morfís þátttakendur komnir inn á Alþingi og við vitum svona svolítið hvernig stemningin er þar að þau halda í fyrsta tímanum kannski að þetta eigi að vera eitthvað svoleiðis. Þegar ég segi að heimspeki er ekki þetta er samstarfsverkefni. Yfirmarkmiðið er að komast að því í sameiningu hvað er satt og rétt og gott og fagurt. Það er yfirmarkmiðið og við hjálpumst að við það að þá breytir stemningin mikið. Þannig að þó að það séu rökræður þá er það ekki kappræður. En það er mjög slæmt fyrir skólastarf að vera með kappræður. Það vekur úlfúð og leiðindi á meðan
að fólk sem að færa rökræða það hvort að eins og ég sagði hérna áðan, þríhyrningur með 4 hornum sé til eða sé píramídi eða ekki, að það þau skipta skoðanir og eins og það var nefnt að segja, já, nú sé ég þetta, nú ég sammála þér en ekki hinum og svo bara gott að vísa þessu þá til starffræðikennara svo að fá endurflæðissjónarmið, þannig ég myndi segja að mannlífið yrði fegurra og betra, ég sammála því. Og alveg ótrúlega miklu skemmtilega. Það bara ekki hægt að líka því saman. Því að ef maður rökræðir ekki, þá maður kannski bara á þessu stigi sem 6 til 12 ára börn eru. Við tölum það sem við tölum matinn og þessa hlutbundnu hluti og svo bara lífið ekkert annað og þetta bara hundleiðilegt. Og annað, fyrir utan það að litlu börnin, sem að náttúrulega hafa heila eins og þau hafa, eins og við vitum, en læra leikreglurnar og koma heim og við virðum þau sem fullkomna jafningja okkar við eldhúsborðið á kvöldin. Þau hafa tillögurétt og þau hafa málfrelsi og meira segja þegar við gerum samninga í fjölskyldunum og kannski skrifum það upp og skrifum undir til þess að við svona vitum hvert verkefni okkar í næstu viku, þá taka þau þátt í því, bara eins og hver annar, að ef við byrjum eins og Sigfríður Inga sagði, sem sagt í leikskólanum og þau hafa þessar leikreglur svona, þau hafa þær og svo æfa þau sig í grunnskólanum og svo komast þau upp á þetta brúarbil sem ég nefndi áðan og geta þess vegna umpólast orðið þannig að þau virkilega standa á fætur og píra augun og verði sjálfstæðismaður ef það er vinstri grænn á heimilinu í fjölskyldunni eða öfugt eða öðru trúfélagi eða ekki trúfélagi eða hvernig sem það fara í gírinn sem akkurat þvert á móti að ef við höfum sjálf sem foreldrar í gegnum leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla eða ekki hægt kannski í framhaldsskóla eða hvað sem en erum vöndi að rökræða og vitum þetta, þá vitum við líka að krakkinn að æfa sig. Krakkinn kominn á það stig, hann getur talað trúmál, hann getur talað stjórnmál út frá vídd sem áður var ekki til staðar og af því að krakkinn kann þetta ekki á þennan hátt af því að hann bara vanur að vera barn og tala það sem eða skilja það sem sérstakt að snerta, þá hann kannski, hann segir, hún, ýktur í framkomu sínu og þá eigum við að taka því fagnandi sem foreldrar og sem kennarar. Gaman! Ekki bara rebel í bekkunum, Vá, ekki amalegt. Og þetta verður sá sem fyrstur í lófan á mér. Því ég veit að við getum orðið mátar, ekkert endilega sammála og alls ekkert æskilegt að við séum sammála af því það engin ein saga í lífinu, það engin einn sannleikur, en hvað það miklu skemmtilegra. Má ég draga niður gleðina smástund? Við fæ að draga niður gleðina þess. Það eru líka nemendur sem að færi heimspekitíma sem segja getur ekki bara sagt okkur svari við þessu? En það skemmtilegt við sem út af þessu. Eigum við að hafa þetta sem lokaorð. Klukkan alveg að verða 1 og ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma á þessum fagra degi og fórna þessu yndislega haustveðri og þakka ykkur fyrir frábæri innlegg og bara líflegar umræður hér. Takk.